Þjóðarkakan hefur aldrei verið stærri og útlitið fyrir að landsframleiðsla á mann verði meiri á árinu en nokkru sinni. En hver bakar þjóðarkökuna sem fjármagnar velferðina og uppbyggingu innviða? Ný könnun Gallup sýnir að nærri 9 af hverjum 10 Íslendingum eru sammála því að atvinnurekstur sé undirstaða velferðar í samfélaginu. Jafn margir telja stjórnvöld eiga stuðla að hagstæðu rekstrarumhverfi fyrirtækja og 2 af hverjum 3 eru ósammála því að stjórnmálamenn eigi að beita sér í málefnum einstakra fyrirtækja. En hvað með arðinn? 84% Íslendinga telja það sé ábatasamt fyrir samfélagið að fyrirtæki skili hagnaði og 3 af hverjum 4 telja að aukinn hagnaður fyrirtækja sé jákvæður fyrir samfélagið. Landsmenn treysta íslenskum fyrirtækjum í auknum mæli en traust til þeirra hefur farið vaxandi á undanförnum árum og hefur ekki mælst hærra frá 2010. Þá bera 4 af hverjum 5 traust til eigin vinnuvitenda og aðeins Landhelgisgæslan nýtur meira trausts á Íslandi í dag. Takki vel á móti fulltrúum stjórnmálaflokkana, stjórnandi umræðina er Kristján Kristjánsson. Byrja á því að laga það. Þannig komið öll sæl og blessuð, verið velkomin fyrir hönd Samtaka atvinnulífsins og Viðskiptaráðsins býð ykkur velkomin að þessar umræður efnahags- og atvinnumál. Í aðdraganda kosninga styttist óðum í kosningarnar eins og við vitum og mikilvægt fyrir atvinnulífið að sjá hvað stjórnmálamennirnir, stjórnmálaflokkarnir hyggjast aðhafast þegar þeir eru búnir að ná hinum langþráðu völdum við ríkisstjórnarborðið. Hér hjá okkur eru 7 flokkar, þetta eru auðvitað þeir sem eru á þingi og síðan þeir flokkar eða sá flokkur sem hefur haft hvað mest fylgi af hinum, verið lengi yfir 5% í könnunum, það er viðmiðið. Mér á hægri hönd Katrín Jakobsdóttir, Smári McCarthy, Lilja Alfreðsdóttir, Oddný Harðardóttir, Samfylkingu hér vinstra megin Þorsteinn Víglundsson, Óttar Proppé og svo síðast en ekki síst Bjarni Benediktsson, festur mér hér á vinstri hönd. Áður en við byrjum, þá ætla ég kannski að setja aðeins kúrsinn hérna með nokkrum glærum, það verður engin fyrirlestur til allra hamingju fyrir bæði mig og ykkur. En við ætlum að reyna að hafa umræðina tvískipta. Við ætlum að fjalla fyrst það sem við köllum svona drifkraft bættra lífskjara og ætlum að bregða upp nokkrum glærum að því tilefni og ræða það síðan. Þá erum við að hugsa dálítið til framtíðar það hvers konar störf við horfum til þegar við ætlum að viðhalda góðum hagvexti, góðum lífskjörum í landinu og við ætlum að reyna að spyrja stjórnmálamennina aðeins það hvernig þeir sjá sitt hlutverk í þeirri þróun, hvaða hlutverk stjórnmálaflokkar hafa og hversu mikið þeir að hafa puttana í slíkri atvinnustefnu. Seinni hlutin fjallar síðan meira ríkisfjármálin, umgjörðina, stjórn á efnahagsmálunum og allt það sem að því tilheyrir. Ef við keyrum í gegnum þessar glærur, fáum þær upp hérna fyrir hlutan, þá sjáum við það auðvitað að lífskjörin hafa batnað hratt á síðustu árum. Þetta eru staðreyndir sem að okkur fannst ágætt að setja fram því þekkið þetta auðvitað öll meira eða minna allt saman. Sjáum að samanburðurinn okkur mjög hagstæður. Við sjáum þó samt sem áður, og þetta eru líka þekktar staðreyndir, en framleiðnin er verulega lág. Við sjáum rauðu töluna efst til hægri, þetta er -28%, það er framleiðnin hjá okkur en við vegum þetta upp með atvinnustigi og vinnutíma. Hérna er fróðleg glæra hvernig störfin hafa orðið til á síðustu árum og það auðvitað vitum við líka, við hugsum það er ferðaþjónustan fyrst og fremst og svo sjáum við hvaða geirar hafa orðið verst úti. Haldum áfram, þetta eru útflutningsverðmætin, ferðaþjónustan stækkar og stækkar og stækkar svo ennþá meira. Eftir nokkur ár, ég veit ekki, 5 til 10 ár hugsanlega, þá verður hún orðin jafn stór og sjávarútvegurinn var og jafn mikilvæg fyrir 10, 15, 20 árum, veit það ekki. Við sjáum hins vegar alþjóðageirinn sem við höfum horft mikið til og höfum talað mikið þessi útflutningsdrifni hugvitsiðnaður sem að menn hafa talað hann hefur staðið í stað og er svona fjórðungur og fer kannski heldur minnkandi. Það er þarna sem að ég held að atvinnulífið hafi dálítið svona séð sín tækifæri til framtíðar og þetta er auðvitað viðfangsefni okkar, hvernig við getum stækkað þennan hluta útflutningsgreinana. Þegar við tölum þetta, þá tölum við gjarnan háskólanámið og teljum að það sé grundvöllur undir öflugan alþjóðageira. Og þá erum við mikið að horfa á raunvísindin og við sjáum í þessu raunvísindaverkfræði, það er aðeins 20% rúm háskólanema sem leggja stund á það nám og svo auðvitað heilbrigðisvísindin eru hluti af þessu líka, en það er enga síður þó við leggjum þetta saman, þá erum við langt undir því sem að sambarlegt verður að teljast á Norðurlöndum. Við erum miklu frekar að læra stjórnmálafræði og bókmenntir heldur en að fara
í þessar greinar sem við ætlum til að bera upp í efnahagslífið í framtíðinni. Hérna sjáum við líka glæru sem marganhátt merkilega. Þarna sjáum við framlög í fjármögnun til háskólanáms að þetta per nemenda, hækkun frá 1999 og við sjáum að við höfum hækkað okkar framlög 8% en til dæmis Finnar 119%. Þeir voru þarna niðri með okkur rétt fyrir aldamótin en hafa síðan heldur betur tekið stökk upp og þetta auðvitað hluti af þessari heildarmynd. Hvert erum við að fara? Hvað erum við að gera? Við tölum mikið að við viljum fara í hugvitið og það, en svo sjáum við kannski í þessu hvert við raunverulega erum að fara og við sjáum líka að þetta ekkit bundið við eina eða tvær síðustu ríkisstjórnir, þetta miklu lengra tímabil. Svo hérna sjáum við að skattlagning fyrirtækja hefur heldur færst í vöxt sem hlutfall af tekjum ríkisins á síðustu árum og þetta svona viðfangsefni fyrri hluta umræðina, svo förum við í umgjörð atvinnulífsins seinni hlutanum. En verið velkomin öll til okkar. Við skulum bara tala aðeins framtíðina til að byrja með. Katrín, ef ég má byrja á þér, vera svo djarfur. Þetta sem við erum að hugsa þessi störf til framtíðar og við viljum gjarnan sjá í útflutningsdrifnum atvinnuvegum. Hvernig sér þú þetta skapast og hvaða svona hlutverk eigi því stjórnmálamenn að hafa í að skapa þá umgjörð sem þarf? Fyrst og fremst eiga einmitt stjórnmálamenn að skapa umgjörðina og ég held að það sé mjög spennandi að horfa til framtíðar því ég held að við eigum von á mjög miklum breytingum. Við höfum séð mikla breytingar á undanförnum árum. Mín sannfæring sú að þær eiga eftir að vera hraðari en við höfum séð þær hingað til og ég nefni sérstaklega orkumálin. Ég held að þau eigi eftir að breytast mikið, ekki síst bara út af loftslagsbreytingum, kröfunum notkun endurnýjanlegra orkugjafa og breytta orkunotkun. Þar munum við þurfa að reiða okkur mjög mikið á vísindin og tæknina, hvernig við ætlum að finna nýjar lausnir í orkumálum og síðan vil ég bara tala þessa tækniþróun sem auðvitað búið að vera ótrúlega hröð á undanförnum árum. Við eigum eftir að sjá mjög mikla breytingar á vinnumarkaði sem snúast einmitt tækniþróun. Hvernig sérðu fyrir þér að stjórnmálin geti tekið á þessu? Já. Ég held að besta leiðin til þess að takast á við það hvernig við ætlum að gera Íslendinga í stakk búna til að takast á við þessa framtíð, það að fjárfesta í menntun og þú sýndir þarna glæru fjármögnun háskólanna. Þetta auðvitað búið að vera vituð stærð lengi að okkar háskólar hafa úr minna fjármagn að spila en háskólar annars staðar á Norðurlöndum. Við erum líka fyrir neðan meðaltal OECD. Þarna eigum við að bæta í, þarna fjárfesting í framtíðinni, þarna verða til hinir raunverulegu sprotar og nýsköpun og að því þú nefndir hér þekkingageirann og hugverkaiðnaðinn þá eigum við að horfa til þess að fjárfesting í þessu mun skila sér að mínu viti og hún mun gera okkur í stakk búin því við erum til dæmis að fara að sjá mjög mikla breytingu á atvinnumarkaði bara hvað varðar störf á borð við pítsusendingar sem verða náttúrulega flutta bara með drónum hérna eftir nokkur ár og fólki finnst þetta magnað. En þetta bara það sem að koma og við eigum að vera viðbúin og við eigum að gera langtíma áætlanir og horfa til framtíðar. Smárið, þú næstur ef við reynum svo bara rauðina með þetta. Já, það rauninni bara fullt af tækifærum sem að verða til vegna aukinnar sjálfvirknivæðingar og aukinnar tækninótkunnar í samfélaginu og við eigum að vera að leggja miklu meira áherslu á einmitt nýsköpun og vöruþróun því tengt. Hvernig gerum við það? Það eitt af því sem út af stendur í augnablikinu að fjármögnun á svona síðari stigum nýsköpunar hefur ekki verið nægilega góð. Það vantar miklu meiri drifkraft í vöruþróunar hliðina. Grunnrannsóknar eru nokkuð góðar hjá okkur en með því að setja auki fjármagn bæði í háskólasamfélagið en líka í sprota og nýsköpun inn í fyrirtækjum sem eru nú þegar í gangi. Þá hugsanlegt að auka framleiðsluna á nýrri tækni og flytja meir út því tengt. En síðan hefur við líka verið að horfa til fleiri þátta. Það sem að gerast í loftslagsmálum að opna mörg tækifæri fyrir okkur sem við eigum sjálfsagt að nýta. Það hrikalegt hvernig ástandið í loftslagsmálum en það væri mjög jákvætt ef við getum snúið þessu upp í einhvern ávinning með því að til dæmis fara að nýta þessi kísilver sem eru farin að spretta upp og fara að framleiða sólarpanela, fara að flytja út orkuframleiðslustöðvar frekar en að flytja út einhvers konar frumafurðir. Þannig að fullvinnsla afurða eitthvað sem við höfum mörg tækifæri í og einmitt við getum gert svoleiðislagað á mun náttúruvænni hátt heldur en mörg önnur lönd. En það bara gegnum gangandi í öllu kerfinu. Ferðaþjónustan að standa sér rosalega vel
en innviðinir þar eru ekki að duga fyrir okkur. Það þarf þessu uppbyggingu þar sem annars staðar, sem fyrir allan iðnað, til þess að það sé raunverulega hægt fyrir fyrirtæki að fara út í þá framleiðslu eða þá verðmætasköpun sem þau vilja. Lilja, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Mjög góð spurning og svolítið svona framtíðarspurning. Eitt af því sem við höfum verið að horfa á síðustu árin, eða frá árinu 2009, að útflutningstekjur af hugverkaiðnaðinum hafa aukist verulega. Þær voru í árið 2009 kringum 160 milljarðar og eru að nálgast 270–280. Og þetta gerist þetta í umhverfi þar sem raungengið er mun lægra en það í dag. Og ein af þeim áhyggjum sem ég hef þessa mundir að þegar raungengi að styrkja svona að ruðningsáhrifin á hugverkaiðnaðinn geti orðið umtalsverð. Og þá erum við komin svolítið að tala þessa umgjörð sem stjórnvöld búa til. Mátt ekki samt stela glæpnum, við ætlum að tala um hann svolítið á eftir. Nú það, ég er svo framsýn sko. En þetta er eitt af því sem við þurfum að horfa til, hvernig störf við viljum búa til framtíðar. Og þarna kemur auðvitað háskólinn verulega inn í og ég á því að við þurfum að auka fé til rannsóknar og þróunar. Af hverju heldur það hafi ekki verið gert að því að búið að tala um þetta svo lengi? Ég hugsa stundum að við séum ekki að líta á stóru myndinu og að það vantar við séum að spyrja okkur hvar viljum við vera eftir 15 ár, hvar viljum við vera eftir 20 ár, hvað viljum við að drífi áfram hagvöxtinn á Íslandi og við erum lítið opið hagkerfi og við erum algjörlega háð því að það sé góður gangur í hjá útflutningsgeirunum okkar. Og við auðvitað sjáum mikla aukningu þar á þjónustujöfnuðinum en það líka að valda því að raungengið að styrkjast verulega og ég segi við þurfum að huga að þessu og við þurfum að huga hversu vöxturinn þarna og hvaða áhrif það hefur á aðrar útflutningsgreinar og þar koma stjórnvöld inn í varðandi framtíðarstefnu en ég myndi vilja sjá auknar fjárfestingar varðar menntun og rannsóknir og þróun og spyrja okkur krítískt, viljum við skapa svona störf, við vitum að ferðamanniðnaðurinn hefur staðið sér mjög vel en við megum samt sem áður passa það að ruðningsáhrifin á honum verði ekki þannig að það hafi neikvæð áhrif á aðrar útflutningsgreinar. Takk fyrir þetta, Oddný, sama. Já, mér finnst þetta mjög áhugaverð spurning og við eigum að velta því meira fyrir okkur hvernig við getum séð fyrir okkur framtíðina. Nú það þannig að hagvöxtur, hann samsettur af fólksfjölda og fjölgun og síðan landsframleiðslunni á hvern íbúa og við þurfum að gæta báðum þessum þáttum og við verðum að passa það að unga fólki vilji eiga heima hérna, stofna fjölskyldu og ala hér upp börn og stemma stigum við brottflutningi og við verðum líka að taka vel á móti vinnuafli því að hagkerfið þarf á því að halda en með svona aukinni sérhæfni, með aukinni tækni, með róbótum og alls konar sjálfvirkni að þá þarf í framtíðinni sko færri starfsmenn til þess að halda undir grunnþörfunum og þetta getur farið illa ef við höldum ekki vel á spöðunum. Þetta getur orðið til þess að auður safnist á fárra hendur, að hér verður mikið atvinnuleysi og ójöfnuður. En ef við vöndum okkur og horfum til framtíðar þá getur þetta orðið til þess að hér aukist hagsæld og vinnutíminn verði styttri og til þess að svo megi verða þá verðum við að styrkja háskólana og símenntunarstofnanirnar eins og hér hefur verið sagt og gæta að því að menn geta mennta sig á í þessari nýrri tækni og við þurfum að setja upp atvinnustefnu, skattastefnu og velferðarstefnu. En ef við erum að hugsa til svona styttri tíma þá þurfum við að horfa á innlenda þjónustugeirann og passa að þar sé samkeppni og heilbrigður vöxtur. Við þurfum að horfa á alþjóðageirann eins og hér hefur verið minnst á og það þarf að hlúa að sprotafyrirtækjum og hvetja til fjárfestinga þar og síðan það auðlindageirinn og þar þurfum við að horfa frekar á gott verð fyrir hverja einingu eins og fyrir hvert ferðamann, fyrir hverja megavattstund af rafmagni og fyrir hvert fisk og horfa frekar á að við náum betri eða hærra verð út af hverri einingu frekar en að horfa á magnið þar. Gæði frekar en magn, Þorsteinn? Já, ég held, mér finnst alltaf mikilvægt að minna það þegar að þessi umræða fer í gang að stjórnmálamenn skapa ekki störf og fæ alltaf svona pínulítil ónot þegar að farið að tala mjög margar stefnur, atvinnustefnur og svo framvegis. Við eyðum oft alveg gríðarlega miklum tíma einmitt á vettvangi stjórnmálanna
í að reyna að sjá fyrir hvaða störf eigi að skapast. Það ekki okkar hlutverk. Við á endanum eigum að skapa grundvöllin fyrir atvinnulífið til að starfa á. Þar mörgum mjög ábótavant. Við erum hérna með mjög mikinn óstöðuleika áfram þegar kemur að gengissveiflum. Við erum með gríðarlega hátt vaxtastig. En ég veit að við komum nánar að þeirra umræðu eftir, þannig ég ætla ekki að dvelja við það. En við verðum auðvitað að horfa til þess hvernig aukum við framleiðnina hérna, hvernig hækkum við í raun og veru landsframleiðslu á mann, þannig að við getum staðið hér undir samkeppnisfærum lífskjörum. Hefur einhver svör við því hvernig við gerum það? Já, ég held að fyrir það fyrsta auðvitað kemur það aftur að starfsgrundvöllin sem við komum nánar út í eftir, en við þurfum líka að stórauka fjárfestingun okkar hér inn í menntakerfið. Við ættum að stefna því að vera hér með eitt tæknivætasta menntakerfi í samanburði við nágrannalönd okkar. Við stöndum þar eins og mjög aftarlega á meirin ennþá, en ég held að það væri mjög lítið mál og við hefðum mikinn áhuga á því að grípa hér til mjög mikillar tæknivæðingar á kennsluháttum en ekki síður að kenna börnum á tækni til þess að búa betur í haginn fyrir þá öflugri sprotastarfsemi hérna fram á veginn. Við eigum að hafa trú á nýsköpun á öllum stigum. Við eigum að reyna að afnema þau þök sem í dag eru á endurgreiðslu og nýsköpunarstyrkjum. Stærstur hluti nýsköpunar á sér stað í stórum fyrirtækjum og það ekkert síður verðmikil nýsköpun fyrir okkur heldur en svo sem á sér stað í smæstu einingunum. En aðalatriðið auðvitað þetta og ég held að svo áskorun sem við stöndum frammi fyrir í dag þessi frábæri uppgangur sem hefur orðið í ferðaþjónustunni leyst okkur niður úr snörunni ef það mætti orða það þannig. McKinsey-skýrslan benti okkur á hvar vaxtatækifærin okkar lægju í alþjóðageiranum, en við fengum happdrættisvinning í stórkostlegum vexti í ferðaþjónustu og fyrir vikið hættum við að horfa á áskorunar sem við vorum með fyrir uppbyggingu alþjóðageirans og við höfum afskaplega lítið gert í því undanfarin ár og við megum ekki láta þar við sitja. Það mjög jákvætt að sjá hvað hefur gengið vel í ferðaþjónustu, en á endanum eru þetta ekki háframleiðni störfin sem við viljum hér skapa og við erum í raun og veru að glíma við þá stöðu í dag að við erum að flytja hér inn fólk, ófaglært fólk til þess að starfa í framlínu ferðaþjónustunnar, en við erum að flytja út sprenglært fólk sem við erum búin að fjárfesta mikið í menntun en erum ekki að skapa þeim tækifæri til þess að starfa hér á landi hvorki samkeppnishæf lífsskilyrði en heldur ekki einfallega bara samkeppnishæft rekstrarumhverfi til þess að setja ný fyrirtæki á fót og þessu verðum við að breyta. Óttar? Já, ég held að það sé mjög mikilvægt þegar við erum að hugsa þetta við séum ekki bara að horfa inn í einhverja óræða framtíð. Framtíðin að mörgu leyti komin hingað og við erum að horfa á allt öðruvísi atvinnulíf í raun og veru núna heldur en við vorum bara fyrir 10-20 árum og við höfum verið að færast frá þessu atvinnulífi sem hefur verið mjög áframdrifið af nýtingu takmarkara auðlinda, náttúruauðlinda, fisk, orku og núna ferðamannaiðnaðurinn að mörgu leyti mjög drifinn af náttúrunni og aðganga náttúrunni. En breytingin sem við sjáum á heimsvísu að við erum að færast miklu meira yfir í nýtingu á hugvitinu, bæði í nýsköpun og tækni, en ekki síður heldur í menntun og menningu og listum og við þekkjum þannig aldrei Íslendingar að menning og listir til dæmis stóriðja sem við höfum kannski ekki sinnt nógu skipulega. Hér komin risastór kvikmyndaiðnaður sem þótti dútl fyrir örfáum árum. Meira segja íslenskar bókmenntir eru stór útflutningsvara og svo framvegis. Þetta allt hluta af alþjóðageiranum og byggir auðvitað á hugmyndaauðgi einstaklinga og menntun einstaklinga. Það var rosalega óþægilegt að sjá á glærunni hjá okkur hérna áðan að frá 1999 til 2016 þá höfum við aukið útgjöld til háskólana 9% á meðan að... Þetta var per nemenda, já. Per nemenda, já, á meðan að löndin í kringum okkur yfir 100%. Þarna erum við í raun og veru að bregðast framtíðin og í raun og veru nútíðinni. En þetta ekki bara menntastefnan okkar í hnotskurn? Ég meina þetta svo langur tími að þarna... Jú, við erum kannski alltaf föst í því að hugsa alltaf hvað gerist í haust, sko, og við útskrifum ekki börnin sem að byrja í skólanum í haust, þannig að þetta verður út undan í hugsuninni. Og við erum ennþá föst í þessari gömlu stóriðju hugsun að byggja stóran iðnað, byggja á nýtingu þessara takmörkuðu auðlinda á meðan að við einhvern veginn látum alþjóðageirann, menntunina, menning og listir sem að
eru í raun og byggja á þessu óendanlega hugviti, látum þetta aldrei danka og svona erum ánað ef að dúkkulísufyrirtæki á Vestfjörðum verður mesta sprotafyrirtæki á Vestfjörðum en við höfum ekkert gert til þess að gera það mögulegt. Ertu að kalla eftir svona virkari atvinnustefnu af hálfu stjórnvalda eða hvernig? Á mörgu leyti virkari atvinnustefnu en við viljum heldur ekki vera stalinistar. Við erum pólitíkusar hérna og það er ekki okkar hlutverk að fatta upp á því hvaða jobb verða framtíðarinnar. Þannig að við eigum að búa til umhverfið, við eigum að búa til stöðuleika, við eigum líka að búa til samfélagi eins og Oddný minnist á sem að fólk treysti sér til þess að búa í og nennir að búa í, vegna þess að það er ekkert gefið að fólk geri það. Við erum ekki stalinistar, það er að minnst gott að það komst á hreint. En þannig, Bjarni, sama spurning. Já, er ekki spurningin svo hvernig við getum stuðlað verðmætari störfum? Jú, hvers konar störf eigum að búa til þess að, þetta er orðið svo langt síðan ég spurði, en hvers konar störf hérna við erum að hugsa til framtíðar, svo við getum viðhaldið hagvexti, góðum lífskjörum og haldið fólkin okkar hér heima? Svarið er við ætlum að skapa hérna vel borgandi störf. Það var svo sem aldrei vandamáli gegnum aldirnar á Íslandi að það vantaði vinnu. Það bara var ekkert að koma út úr henni. Og fólk var að puða allan sólarhringinn, en það liði fátækt. Við þurfum að skapa skilyrði hérna til þess að verði til verðmætt störf. Og ég vil nú byrja á því að gera athugasemd við þess að glæru ykkar framlög til háskólastigsins vegna þess að þetta eru eldgamla tölur. Og þær eru miðað við dollaragengi árunum 2010. Þegar krónan var hrunin til grunna nánast og mikið hefur breyst í millitíðinni. Á árunum frá 2008 til 2014 þá drógust framlög til háskólastigsins mjög verulega saman. Í kringum 15%. En þau hafa vaxið per nemanda á undanförnum árum í kringum 30% frá 2011 til 15 samkvæmt háskólanum og við erum semst að rétta úr kútnum en við þurfum að gera betur þar. Þessi ríkisstjórn, hún hefur lagt áherslu á þennan málaflokk með því meðal annars að setja 3 milljarða í samkeppnissjóðina, 3 nýja milljarða. Við þrefölduðum stuðninginn við rannsóknir og þróun, vegna sem þú sagðir áðan, hvers vegna gerist ekki neitt, af hverju erum við ennþá að tala um þetta, við gerum aldrei neitt í málinu. Já, það er nú samt þannig að það hefur orðið 70% aukning í framlög til rannsóknar og þróunar síðan 2013. 70% aukning. Og þetta er ekkert mjög flókið þegar uppi staðið. Þetta er allt rétt sem að sagt hér. Okkar hlutverk er að skapa góð almenn skilyrði. En hver eru þessi góðu almennu skilyrði? Það er í fyrsta lagi stöðuleiki. Þannig að menn fara nú ekki fram úr sér í eyðslu við stýringu opinberra útgjalda og það er ástæða til að hafa miklar áhyggjur af því aðdraganda þessara kosninga. Þetta er ekkert nema kosningaloforðin út og suður eins og vakin var athygli á af viðskiptaráði í dag. Reynum að halda okkur aðeins við störfinum, förum yfir hitt seinna? Já, það verða engin störf til í hagkerfi sem að sveiflast út og suður, það sem er verðbólga, verkföll, vinnudeilur og svo framvegis. Þetta er mikilvægt að við höfum þrefaldað stuðninginn við rannsóknir og þróun og ég var að segja það að þetta er á endanum ekkert mjög flókið. Við þurfum einfaldlega að hafa lága skatta á Íslandi. Það þarf að vera lágt skattastig þannig að við séum alþjóðlega samkeppnisfær og í því felst meðal annars skattalegu stuðningu við rannsóknir og þróun. Það er það sem Ísraelar er að gera, það er það sem Írland er að gera. Þeir halveruðu fyrirtækjaskattinn á fyrirtæki sem eru að stunda rannsóknir og þróun. Þú borgar hálfan tekjuskattinn. En fyrir þessar kosningar þá eru flokkar að boða skattahækkanir og þeir taka fyrirtæki sem eru í sjávarútvegi og í orkufrekum og segja þetta eru fyrirtæki sem á að skattleggja, en þetta eru fyrirtæki sem urðu til hér vegna þess að umhverfið hefur verið hagstætt og það er mjög undarlegt að vera að tala um það að það er ívilna með alls konar opinberum reglum fyrir hinn og þennan geirann, en svo er annar geiri sem er ekki æskilegur og hann á að skattleggja. Ég held að fólki sem er til dæmis að núna að reisa 5 milljarða fiskvinnslu á Eskifirði ætlist til þess að hér sé bæði stöðuleiki og hagstætt ytra umhverfi á næstu árum vegna þess að þeir eru að fjárfesta í því að skapa ný verðmæti. Og við eigum að hætta að tala um sjávarútveg og stóriðju á Íslandi sem hluti af fortíðinni. Það er ennþá verið að skapa gríðarleg verðmæti þar með alls konar nýjum aðferðum, allt frá húðkremum yfir í lækningaplástra og lyf og svo framvegis. Einhver sem bregðast við þessu?
svona endilega að fólk vil bregðast við með einhverjum hætti. Já, mér finnst svolítið áhugavert að það sé verið að tala að Svíþjóð og Danmörk og önnur lönd sem eru með hærri skatta en við séu ekki samkeppnishæf. Samkeppnishæfni þessara landa er mjög góður og það er vegna þess að þau eru með mjög góða innviði og mjög góða háskóla og mjög gott kerfi í kringum allt það sem er í gangi hjá þeim. Nýsköpun í hámarki og margt að gerast. Það er ekki bara þannig að það séu bara lágskattalönd sem er einhvern veginn frábær. Lágskattalönd sem ég komið til hafi yfirleitt ekki verið að standa sig neitt rosalega vel. Var einhver að segja að Svíþjóð var ekki samkeppnishæft? Var einhver að segja að Svíþjóð var ekki Þú varst að segja að það væri háskattumhverfi sem var að velta því að við værum ekki í En nefndi ég Svíþjóð upptíðan? En sjáðu til, það er bara þrennt sem skiptir máli í þessu. Það er traust á stjórnkerfinu. Það er það sem er mikilvægt til þess að fólk getur vita það að fyrirtækin myndir standa sig vel til framtíðar. Það er traust á hagkerfið, að fólk viti að það sé bara trúverðugir hlutir að gera sig í hagkerfinu og fyrirtæki geti staðið sig vel. Og það er traust á gjaldmiðilinn. Og það er ekki hægt að segja að það sé mikið traust á íslensku krónunni eins og staðan er. Ég held ég verði aðeins að grípa hérna. Það sem auðvitað við höfum verið að horfa upp á er að nú var samþykkt frumvarp á vegum ríkisstjórnarinnar til þess að hvetja til enn frekari nýsköpunar. Þar voru settir inn skattalegir hvata til þess að drífa nýsköpun enn frekar áfram. Og það sem ég nefndi hérna akkurat að þessi iðnaður, hugverkaiðnaðurinn, hann hefur vaxið gríðarlega á síðustu árum og það gerist ekki bara í tómarúmi. Það er vegna þess að það er traust á stjórnvöldum. Við erum búin að skapa þannig ytra umhverfi að fyrirtæki geta blómstrað og það er mjög mikilvægt að við höldum áfram að sinna þessum þáttum og eins og Bjarni nefndi, það er auðvitað líka búið að auka verulega í þessa samkeppnissjóði og það er líka búið að auka fjármagn til háskólans en ég er alveg sammála því að við ættum að gera betur og við þurfum virkilega að huga á því hvernig störf er verið að skapa og hvernig störf við viljum sjá til framtíðar. Katrín? Ég held í þessu að því hér er talað stöðuleika, þá skiptir stöðuleiki auðvitað líka máli til dæmis fyrir rannsóknir og þróun og það er rétt að það var bætt í samkeppnissjóðina en fyrst voru þeir skornir niður. Og það er auðvitað, og allt gerist þetta á þessu kjörtímabili, þannig að við skulum átta okkur á því að það er mikilvægt að við reynum að horfa til þess að ná meiri samstöðum, ákvarðanir, þannig einmitt til dæmis að rannsókn og þróunarumhverfi geti búið við stöðuleika. Það náðist pólitísk samstaða þær aðgerðir sem var ráðist í á þessu kjörtímabili gagnvart nýsköpunarfyrirtækjum. Það er gott og það er mikilvægt og þetta er þessi langtíma hugsun sem ég er að tala um. Við eigum að reyna að vinna því að það sé stöðuleiki, hann verður ekki bara mældur með efnahagslegum stærðum, hann verður líka mældur í þessum þáttum. Svo vil ég segja það líka, ég vil taka undir það sem hér er nefnt menningu og skapandi greinar. Við eigum einmitt að vera að horfa til þessara þáttu að því að Kristján, þú nefndir, svo er bara fólk að læra bókmenntir hérna bara og ekkert að hugsa og það rennur mér blóðu til skyldunar enda sérfræðingur í glæpasögum. Þú veist að ég er sjálfur bókmenntafræðingur, já, það er rétt og glæpasögur eru orðnar útflutningsafurð og það er engan, ég get alveg lofa ykkur því, að þegar ég byrjaði að læra glæpasögur og skrifaði mínar ritgerðir þar, þá sagði fólk akkur þetta eða tímaðin mér sem vilsu. Þetta skiptir ótrúlegu máli í dag í landkynningu á Íslandi og þess vegna vil ég leggja áherslu á það við getum ekki alveg séð hlutina fyrir. Tökum bara tölvuleikjaiðnaðinn sem dæmi, milljarður manna spilar tölvuleikja á hverjum degi í heiminum og þar hefur við náð heilmiklum árangri, við getum gert miklu betur og bara norræna vörumerki innan tölvuleikjageirans er komið með alveg gríðarlega útbreiðslu. Það að vera frá Norðurlöndunum er að skapa okkur í raun og veru samkeppnisforskot og þar er þörf á ólíklegustu hæfileikum og ólíklegustu færni. Þannig að ég held að við getum kannski ekki alveg séð fyrir hvaða hæfileika, hvaða færni við að þróa, við að treysta menntakerfinu og við að treysta unga fólkinu í okkar í einmitt að finna þessi tækifæri og við að búa til umgjöruna fyrir þau. Oddný? Já, það var einmitt á þessum nótum því að við erum að tala hversu mikilvægur hugverkaiðnaðurinn er og alþjóðlegi geirinn og við þurfum að skapa þeim skilyrði og helst alþjóðleg skilyrði og hvetja til fjárfestingar í þeim. En vandinn er sá að þegar að þessi fyrirtæki stækka þá vilja þau fara heiman, þá vilja þau flýja heimahagana, þau vilja flýja gjaldmiðilinn sem stendur ekki með þeim þegar þannig er komið að þau þurfa að stækka bæði á sér rekstrarskilyrði við hæfi, stöðugan gjaldmiðil og starfsfólk sem er með góða menntun.
þannig að þau þurfa fleiri en við getum skaffað. Þannig að við þurfum að gera mun betur og ég tel að til þess að þetta geti gengið hjá okkur þá verðum við að skipta gjaldmiðil. En við verðum líka að horfa til þess að hvað það sem að gengur vel hér. Það eru greinarnar sem eru hér sem við erum að byggja upp á okkar auðlindum sem ekki hægt að fara með úr landi. Þannig að fólkið getur ekki farið. En þessar greinar sem við erum svona spennt fyrir af því að það þjóna því að okkar hæfileika ríka fólk vil frekar eiga hér heima, þær eiga við svona erfitt rekstrar umhverfi að glíma einhvern vegna gjaldmiðilsins. En af hverju hefur þetta þá vaxið svona rosalega mikið eins og ég nefndi, útflutningstekjur í þessum iðnaði? Af hverju hafa vaxið frá því að vera 160 milljarðar í 280, skilyrðin eru svona slæmina? En það vissulega gleðilegt, en þú þekkir líka aðstæður stóru fyrirtækjanna sem eru meira og minna komin til útlanda þó þau hafa vaxið hér. Við svona öluðum upp, komum þeim á fætur og síðan þau geta þá fara þau og flýja heimahagana og það áhyggjuefni fyrir okkur. Það sé nú kannski bara til þess að fara aðeins inn í þessa umræðu varðandi þetta góða starfsumhverfi fyrir sprotafyrirtækina. Ég held að einmitt samkvæmt nýlegri skýrslu Viðskiptaráðs það sem einmitt litið var tilbaka til markmiðasetningar í McKinsey-skýrslunni þá kemur ljósa frá 2011 hefur alþjóðageirinn vaxið held ég 4 milljarða á föstu verðlagi. Þannig að það alveg rétt hann tók kipp eftir að gengi hrundi en sá vöxtur hefur algjörlega staðnað. Þannig að það ekki svo að við séum að búa þessum geira svona svakalega hagstætt að gott umhverfi. Og auðvitað snýst þetta fyrst og fremst að þessu sveiflukennda rekstrarumhverfi en það má líka bara því að Bjarni kom inn á skattamálin. Það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að það skapist eitthvað stöðuleiki í skattumhverfi fyrirtækja og því miður höfum við séð í þessari pólitísku ólgu sem að verið hefur raun allt frá hruni að við sveiflumst öfgan á milli. Við vorum með hreina vinstri stjórn sem að fór hér í hverja skattahækkununa á fætur annarri í 4 ár samfellt. Núverandi ríkisstjórn fór í hinn pólinn að reyna að lækka eins mikið og þau gátu tilbaka en í báðum tilfellum var í raun og veru engin tilraun til þess að reyna að ná ykkur þverpólitískri samstöðu um hvernig þetta skattkerfi okkar ætti að líta út. Við erum með ágætar hugmyndir núna fyrir framan okkur sem eru tillögur samráðsvettvangs verulegar breytingar og einföldun á skattkerfinu til að gera þetta skilvirkara og til að gera það stöðugra því að það heldur ekki þægilegt fyrir fyrirtæki að vera hér alltaf sveiflandi frá ystu ásum hægri til vinstri og tilbaka því það virðist því miður líka að vera viðleitni í þessum kosningaslag að polarisera bara í hinn áttina þá að við eigum að fara í hreina vinstri sveiflu aftur. Það þarf að ná okkur betri samstöðu það hvernig skattkerfi ætlum við að reka hérna og má til dæmis nefna þætti eins og tryggingagjald. Hvað ætlum við að gera með þennan skattstopp sem allir virðast vera sammála að séu of hár, séu óæskilegur skattur, var lofað hér ítrekkað af öllum stjórnmálaflokkum fyrir síðustu kosningar að yrði lækkaður en var afskaplega lítið gert við og sennilega að minnsta kosti 1,5% of hátt miðað við atvinnuleysisstig í dag. Þarna verðum við einfaldlega líka bara að breyta vinnubrögðunum okkar og það held ég mjög skýrt ákall það til stjórnmálanna að segja viljið þið gjöra svo vel og bæta samtalið á milli ykkar og koma ykkur betur saman það hvernig rekstrarumhverfi þið ætlið að skapa hérna en ekki vera að fikta því fram og tilbaka á 4 ára fresti. Óttar? Já, ég vildi nú tala sérstaklega gjaldmiðilinn vegna þess að það nú eiginlega vandamálið alltaf þegar við erum að tala tölur að við erum alltaf að tala krónur og í raun og veru veit enginn hvað króna. Það þarf að uppreikna alla hluti vegna þess að við búum við svo óstöðugan gjaldmiðil og það fer svo mikill kraftur í efnahagslífinu og í atvinnulífinu til þess að halda þessum gjaldmiðli gangandi. Vissulega stöðuleiki akkúrat núna en það ekki síst vegna þess að við höfum verið heppin með lágt olíuverð, stórkostlega sprengingu í ferðamannaiðnaðinum sem hefur aukið innflæðið og það hefur búið til í raun og veru falskan stöðuleika. Við erum ennþá með gjaldmiðil af einhverri, ég held nostalgíu stundum sem að við höfum ekki almennilega myndað okkur gjaldeyrisstefnu og sem að einhvern veginn til þess fallin að vera með stórar sveiflur og geta sveiflujafna sig upp úr verstu dífonum en vera alltaf að bíða eftir næsta falli. Þetta auðvitað líka ástæðan fyrir því að við erum með þetta hávaxta umhverfi hérna sem að mjög hamlandi bæði fyrir fyrirtæki en líka fyrir einstaklingana og einstaklingarnir fólki sem á að vinna í þessum fyrirtækjum, fólki sem á að koma með þessar hugmyndir og vera þessi drifkraftur og það áhyggjuefni að hvernig
tilhugsun það fyrir ungt fólk sérstaklega að búa hér á Íslandi vitandi af þessum endalausu dýfum, verður krónan í höftum eða ekki þegar ég næ 30, hvað þarf ég að borga íbúðina mína oft, verður mikið atvinnuleysi eftir 5 ár eða lítið. Það þarna þessar bakgrunnsbreytur skipta svo miklu máli. Já, hvernig verður menntakerfið þegar barnið mitt kemst í menntaskóla? Gott og vel, skulum kannski aðeins, við erum að leita alltaf að því ekki að fjölga stoðunum í útflutningnum, Bjarni, ef þú kannski byrjar á þeim þættinum, hvernig við gerum það best? Ég held að það hafi margt verið sagt rétt það að ytri skilyrðin skipta miklu. Við vitum, Óttar spyr hvernig verður atvinnustigið eftir einhver ár. Ef við skiptum gjaldmiðil og við lögum ekki það sem hefur verið sem eru opinber útgjöld og stuðningur þeirra við peningamálastefnuna og það hvernig vinnumarkaðurinn hefur fungerað á Íslandi, þá alveg öruggt að það mun stóraukast atvinnuleysið. Ef við ætlum að fara inn í kosningar og segja að það í fínu lagi að auka útgjöld ríkisins 15% eða jafnvel meira, og við náum ekki samstöðu við vinnumarkaðinn það hvernig við leiðum fram launahækkanir í þessu landi, ef við ætlum fyrst að taka ákvörðun að skipta gjaldmiðil, þá alveg öruggt að atvinnuleysi mun fara upp eins og það hefur gert alls staðar þar sem menn hafa prófað þennan kokteil. Það alveg öruggt. Þannig ég vil taka undir með þeim sem tala hér fyrir stöðuleika. Ég vil taka undir með þeim sem að segja að almennu rekstrarskilyrðin þurfa að vera í lagi. Svo þurfum við að leggja áherslu á rannsóknir og nýsköpun. Við þurfum að leggja áherslu á að vera með öfluga skóla hérna á Íslandi. Við berum okkur oft saman við það sem að gerast á Norðurlöndunum og viljum ná þeim meðaltölum sem þar eru. En við viljum ekki horfast í augu við það að þar í þeim löndum, þar sem að við erum að horfa á framlög per nemanda, þar eru miklu meiri aðgangstakmarkanir heldur en á Íslandi. Við munum seint ná þeim meðaltölum ef við ætlum að hafa engar aðgangshindranir að námi en samt að komast í sama framlag per nemanda. Við verðum að vera að bera saman epli og epli. Sem sagt, öflugt menntakerfi, öflugt rannsóknar- og nýsköpunarstarf mun tryggja að þarna úti skjóta rótum, góðar hugmyndir að nýjum fyrirtækjum, en það voru það ekki við stjórnmálamenn, einhverjir snillingar hér á þingi eða í stjórnarráðinu sem að hrintu þessum góðu fyrirtækjum sem við eigum í dag af stað, heldur verða hugmyndirna til þarna úti. Og það þarf, sama hvað hver segir, það þarf almenn góð rekstrarskilyrði, lágir skattar, sanngjarnir, alþjóðlega samkeppnishæfir, eru svo sannarlega partur af því umhverfi. Svo geta aðrir haldið því fram að það sé gott að mæla sig við þá sem að taka hæsta skattana og segja við stefnum þangað. Ég held að það sé ekki góð leið. Nei. Við skulum, Smári, og þú vildi vera næstur, við skulum fjalla aðeins meira útflutning, hvernig við getum aukið hann. Og útflutning, hvernig við skjótum frekari stoðum undir útflutningsgreinar og fjölgum. Já, í dag kannski helst vandamálið það að þeir sem eru í útflutningsgreinum vilja náttúrulega krónan sé lág og þeir sem eru í innflutningi vilja hann sé há og þannig að þessi togstreita alltaf að búa til fleiri og fleiri vandamál. Að búa til þennan margumtalaða stöðuleika grundvallaratriði og við getum ekki gert það. Það ekki mörg verkfæri sem stjórnmálin hafa eiga að hafa til þess að vera handstýra hagkerfinu. Hagkerfið sér sig sjálft ef aðstæðurnar eru góðar, en aðstæðurnar eru ekki góðar. Við erum með 5,25% stýrivexti sem þýðir það að fjármagnskostnaður á öllu sem gert á landinu rís upp úr öllu valdi og það bara hefur sýnt sig að þessi hávaxta stefna sem í gangi, hún stærsta bitbeinið svona fyrir utan kannski skort á samkeppni innanlands. En ég held að ef að það allavega gert eitthvað til þess að minnka vaxtakostnaðinn, að fjármagnskostnaðurinn verði í eðlilegu hófi, þá verði fullt af fyrirtækjum sem munu sprettu upp af sjálfsagt, vegna þess að fullt af fólki sem hefur fínar hugmyndir, en í dag þá bara nánast ómögulegt að fara út í einhverjar svona nýsköpun og útflutningsiðnað nema að hafa ágætis pening á bak við sig. Það verður að gera þetta auðveldara fyrir fólk sem að stíga fyrstu skrefin og að stofna fyrirtæki eða jafnvel fyrir fyrirtæki sem vilja koma og setja upp starfsstöðvar hér á landi. Katrín?
Sko, ég held, ef ég bara byrja aðeins aftur á því að bregðast aðeins við þessu með háskólana, þá það alveg rétt að við erum ekki með sambærilegt kerfi á Norðurlöndin í þeim efnum. Við erum með miklu dreifstýrðara kerfi. Það var stjórnarstefna að fjölga háskólamenntuðu fólki og þess vegna var þetta gefið mjög frjálst og ég segi það göfugt markmið að hafa farið í það að fjölga háskólamenntuðu fólki en þess vegna einhverju leyti erum við með miklu dreifstýrðara kerfi en annars staðar á Norðurlöndum þó að sé ekki skólagjöld þar frekar en hér. Og auðvitað eigum við að horfa til þess hvernig við getum bætt kerfið en það breytir því ekki að það er undir fjármagna. Svo vil ég segja það með aukningu á útflutningi, ítreka það sem ég segi, grunnurinn skiptir máli. Við þurfum síðan að huga því að þetta er auðvitað, þessi þekkingariðnaður, ef við ætlum að horfa til hans, þá er það langtímaverkefni. Þessi iðnaður þarf þolinmótt fjármagn og að því að við vorum að ræða það hér hvað hefði hamlað þessum hluta hagkerfisins, þá er það auðvitað líka svo staðreynd að við höfum verið í höftum. Það snýst ekki bara gjaldmiðilinn, það snýst líka það að við höfum verið í höftum og það hefur ekki síst bitnað á nýsköpunarfyrirtækjum og þekkingariðnaði. Það er nú vonandi að horfa til betri vegar. Þannig að ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýn í því ég held að við getum ekki tekið spurningun gjaldmiðilinn og sett hana fram sem lausnina sem leysir allt. Það er ekki þannig og við vitum að okkar gjaldmiðill er vissulega með sína veikleika en við skulum líka horfast í augu við það að evran hefur svo sannarlega ekki leyst öll vandamál á því svæði og bandaríkjadollar er heldur ekki að leysa öll vandamál í bandarískri hagstjórn. Og við verðum auðvitað að horfa í það, við eigum ágætis greiningu frá Seðlabankanum frá árinu 2012 þar sem þessum valkostum er stillt upp að það sé annarkvort króna með ákveðnum þjóðhagsvarúðartækjum eða evra með inngöngu í Evrópusambandið og það er auðvitað stærri ákvörðun en bara að taka upp gjaldmiðil. Og ég held að skipti máli í þessu að við horfum til inntaksins og þess vegna legg ég áherslu á það að við þurfum að horfa til fjölbreytninnar í íslensku atvinnulífi. Það er nú eitt af því sem hefur háð okkur að því við erum lítið samfélag. Við vorum samfélag sem byggði sitt á fiski og oft og tíðum þegar ný atvinnustarfsemi kemur inn þá liggur við að við ætlumst til þess að hún bjargi öllu, hvort sem það eru bankar eða loðdýrarækt eða hvað það nú er. Núna er ferðaþjónustan, henni gengur vel, það er frábært og mér finnst margt mjög gott vera að gerast í ferðaþjónustu en við megum ekki eingöngu horfa til hennar. Við þurfum áfram að huga fjölbreytninni og ég held að fyrir lítið samfélag, fámennt samfélag eins og okkur, þá er það beinlínis lífsspursmál. Lilja? Já, eitt af því sem við nefnum auðvitað er að það þurfa að vera mjög góð skilyrði fyrir fyrirtæki í landinu og það sem við höfum verið að horfa upp á síðkastið er að til að mynda eins og hrein staða þjóðarbúsins, hún hefur batnað alveg gríðarlega. Hún var í kringum mínus 120% af vergri landsframleiðslu. Við vorum á svipuðum stað á Kýpur og Grikkland en í dag erum við að nálgast jöfnuð og við erum á svipuðum stað á Bretland og Frakkland og þetta hefur verið að gerast hjá okkur. Annað varðandi gjaldmiðil, ég er alveg sammála því, ég held að gjaldmiðil hann er mælitæki. Ef grunnstoðir hagkerfisins, ef það er ekki nægileg verðmætasköpun, ef það er ekki góð ríkisfjármál og staða heimilanna sé styrk, þá skiptir ekki öllu máli hver gjaldmiðillinn er. Við getum ekki lagað allt með honum. Við erum að sjá alveg skelfilegar afleiðingar þess að vera með evruna í ákveðnum ríkjum, til að mynda Grikklandi. Grikkir eiga langt í land með að koma sér aftur á lappina vegna þess að þeir ná ekki neinu samkeppnisforskoti. En er ekki grunnlínan bara alltaf svo að hagstjórnin verður að vera í lagi alveg saman hvað gjaldmiðillinn heitir? Þess vegna er ég alveg á því máli. Þetta er mælitæki, hagstjórnin þarf að vera í lagi og við höfum verið að fá viðurkenningu á því að hagstjórnin hér sé í lagi. Við erum loksins komin aftur í A-flokk hjá alþjóðlegum matsfyrirtækjunum. Hvað eru þeir að gera? Jú, þeir eru að velja okkur með því að segja hér hafa skuldir verið að lækka verulega. Þeir eru búin að lækka næstu 30% á þessu kjörtímabili. Þær voru í kringum 90%. Þær eru komin í 60%. Annars sem þeir eru að tala það eru auðvitað losun fjármagnshafta. Við settum fram mjög trúverðuga áætlun 15. júní 2005 og hvað er að gerast? Jú, við erum farin að losa höft. Og það voru mjög fáir sem héldu að þetta geti gerst á þessum stutta tíma en við höfum gert það vegna þess að við settum upp þannig skilyrði. Við sögðum við kröfuhafana, þið þurfa að uppfylla stöðugleika skilyrðin til þess að þið geti komist út. Og hvað gerðu þeir? Jú, þeir uppfylltu þau og þeir fengu að fara út. Annað, við vorum að klára útboðið. Útboðið gekk mjög vel og það hefur gert okkur kleift að nú erum við að setja heimilin og fyrirtækin í forgang og erum að fara að losa fjármagnshöft á þau. Ljómandi, það er alveg sama hvað maður er að reyna að tala útflutning, það allir strax byrjar að tala gjaldmiðilinn, ég veit ekki, Oddný, hvernig þetta standa á því? Já, við viljum ganga í Evrópusambandið og taka síðan upp evru í myntbandalagi og við teljum það stærsta kjaramál
fyrir heimili og fyrirtæki í landinu. En gott og vel, ef að það verður ekki gert, þá verður við náttúrulega bara að horfast í augu við vandann. Við erum með litla sjálfstæða mynt sem okkur mjög dýr og við munum bera af honum kostnað. Við munum bera af krónunni kostnað ef við ákveðum að halda henni. Þess vegna, stöðugleikinn skiptir mjög miklu máli og ægir ríkisfjármálum og góðar áætlanir, þetta skiptir allt mjög miklu máli. En atvinnustefna skiptir máli, þó að það var einhver hér, ef ég heyrði rétt, sem að taldi það ekki sniðugt að vera með atvinnustefnu. Við horfum til dæmis bara á ferðaþjónustuna. Hún vissulega hefur bjargað okkur á erfiðum tímum. Við fengið fullt af gjaldeyristekjum og skemmtileg fjölbreytt störf út allt land. En ruðningsáhrif hennar eru líka alvarleg og það hefur enginn haldið í stjórnartaumana. Hvernig finnst þér þetta bregða við því ef að svona... Já, núna það til dæmis þannig að krónan að styrkjast mjög mikið. Seðlabankinn hélt henni svona á einhverjum ákveðnum stað meðan hann var að kaupa gjaldeyri og svo þegar hann slakar aðeins á, þá styrkist krónan og það hefur áhrif á aðrar útflutningsgreinar. Þannig að það verður einhvern veginn að horfa á hlutina í samhengi og reyna að stýra skútunni þannig að allir njóti góðs af. Við vitum alveg, ferðaþjónustan eins og ég segi, við hefum verið óskaplega heppin að hafa fengið alla þessa ferðamenn og auðvitað það ferðaþjónustu fyrirtækin sem hafa laðað ferðamennina hingað og náttúruauðlindirnar sem að við eigum. En þetta hefur bara áhrif á aðrar greinar og það staðreynd að okkur skortir framleiðni, það störf sem eru með meiri virðisauka og þau ekki að finna í ferðaþjónustunni en þau að finna í öðrum útflutningsgreinum og þess vegna þurfum við að passa upp á samkeppnisstöðuna þarna. Þeir eru komið svona risastóra grein sem að ryður frá sér og takmarkar þá frelsi og svona að aðra greina getur tekið sér pláss. En þá einhverjum tímapunkti rétt að setja þess að ferðaþjónustu einhverjar hömlur eða hvernig? Já, við getum til að byrja á því að hætta að gefa erlendu ferðamönnum afslátt á neysluskatti þegar þeir kaupa sér gistiþjónustu og athuga hvað gerist þá. Því að eins og ég sagði hér í upphafi þá skiptir meira máli að fá fleiri krónur fyrir hvern ferðamann heldur en að fjöldin verði að einhverju sprengju og við vitum náttúrulega að það þensla sem fylgir þessu. Sjáðu þið bara fjárfestingarnar og framkvæmdirnar í kringum Leifsstöð. Bara sú framkvæmd, hún kallar á marga iðnaðarmenn og víðsvegar áður heimumöfnu gæti ég trúað, einhverjum ef við erum líka að fara að byggja stórt sjúkrahús á sama tíma, þannig að það þarf að horfa á þetta allt í samhengi. Það blasir við Þorsteinn Gjörfell. Já, bara áhugaverð umræða og akkur förum við alltaf út í myntina. Ég held að kjarni máls við eigum ekki neinum vandræðum með nýsköpun eða að skapa ný tækifæri á Íslandi. Við sjáum það ítrekkað, við sáum það strax eftir hrun. Hér spruttu upp fjölmörg ný sprotafyrirtæki í teknikgeirum sem okkur óaði ekki einu sinni fyrir að við ættum hæfileika í. Það var ekki vandamálið. Við erum með mikið frumkvöðla gen held ég að maður geti fullyrt. Við erum óhrætt við að taka áhættu og takast á við nýja hluti. Við höfum frábær tækifæri hvað það varðar og það ekki vandamáli sem við erum að glíma við. Vandamáli sem við erum að glíma við alltaf þessi óstöðuleiki og nú erum við raun og veru í þessum, við köllum þetta stundum kannski góðu hliðina á sveiflunni því að okkur líður vel, kaupmáttur eru að aukast mjög mikið, gengi að styrkjast, við getum ferðast meira, við getum endurnýjað bílinn og svo framvegis. En á sama tíma erum við að ryðja út þessum sprotum sem urðu til í kjölfar hruns af því að þau hafa ekki lengur starfsskilyrði samkeppnishæf, get ekki starfað í þessu umhverfi. Og ég held nefnilega við þurfum ekki að hafa of miklar áhyggjur af ruðningsáhrifum ferðaþjónustunnar hvað þetta varðar, annað heldur en áhrifunnar á gengi, af því að þetta ekki miklir keppinautar framleiðslu þetta getum við sagt í hagkerfinu. Við sjáum það við erum ennþá með atvinnuleysi í háskólamenntuðu fólki á sama tíma og það gríðarlegur vinnuaflsskortur eftir ófaglærðu og sérhæfðu iðnfólki í ferðaþjónustunni. Þannig að þetta ekki endilega keppinautar til dæmis takmarkar okkur sem Þetta ekki svo mynd sem við viljum hafa framtíðinni. Nei, þetta ekki svo mynd sem við viljum hafa framtíðinni og ef við ætlum að breyta þessu þá verðum við einfaldlega að takast á við þennan óstöðuleika sem að fylgir myndin okkar og þessu háa vaxtastigi. Það talað hér Evrópusambandsaðild og við erum vissulega flokkur sem höfum sagt
Við viljum leyfa þjóðinni að ráða framhaldi þess máls. Það er komið tími til þess að leiða það til lykta. Við höfum búin að rífast þetta mál í að minnsta kosti síðastliðin 15 ár. Það ekki bara alltaf að spyrja þjóðina viljið að halda áfram eða ekki. Ef það kemur nei, þá þetta afgreitt. Ef það já, þá halda menn áfram með það í ferli. Það samt sem áður engin skyndilaust heldur hvað varðar að það tekur hér 5-10 ár hið minnsta að ná okkur í lúkningu og mögulega komast í þá annað myntumhverfi. Og við þurfum að taka þessa umræðu í stjórnmálunum. Hvað ætlum við að gera með þetta sveiflukennda gengi? Seðlabankinn skilaði hér skýrslu 2012 sem mér allavega þykir afskaplega sorglegt hversu litla umræðu fékk á sínu tíma og það alveg rétt að þar voru teiknaður upp eins og Katrín kom inn á ákveðnir andstæðir pólar, sjálfstæð mynt eða evra og reyndar sagt að evra væri besti kostur. Sagt með mjög skýrum hættirunar að það væri að mati bankans miklu skynsamlegri leið. Það sem við erum einfaldlega bara að segja að sá kostur ekki raunhæft í boði næstu 5-10 árin, jafnvel aldrei. Við þurfum að klára umræðuna eigum við aðra kosti. Við höfum lagt fram hugmynd myntráð sem í þessari sömu skýrslu. Það fastgengistefna. Ég held að hluti af þeim vanda sem að Bjarni vísar í hérna varðandi vinnumarkaðinn einmitt vantraustið á stöðugleikann. Það vantraustið á gengistöðugleika sem ákveðin undirrót þessar ólgu sem líka á vinnumarkaði. Það einfaldlega þannig að, og Seðlabankinn sjálfur hefur raunar bent á, við verðumst glíma við einhverjar gengisveiflur sem að nánast eru sjálfsbrotnar. Við náum aldrei þessum stöðugleika sem þýðir að við erum alltaf með þennan óstöðugleika inn í verðlagið okkar, sem þýðir að við erum alltaf með þetta vantraust gagnvart uppbyggingu kaupmáttar á hófsömum, skynsömum nótum. Og þess vegna held ég að það verði að klára þetta samtal núna og það verður að klára það með vinnumarkaðnum og með stjórnmálunum. Þetta engin patentlaust sem verður innleitt hér á morgun með einhverju stórkostlegri lækkun vaxta allt í einu. Þetta verður einmitt að byggjast á breyttum vinnubrögðum, verður aldrei grundvallað öðru heldur en skynsamlegri hagstjórn, agari hagstjórn og öguðum og bættum vinnubrögðum á vinnumarkaði. En ég segi líka, andstaða stjórnmálana við það að klára þessu umræðu að kannski bara svo helvítið þægilegt að hafa þetta sveiflukennda gengi. Af því að stjórnmálunum nefnilega sjaldnast kennt það þegar að gengið hrynur undan óagaðri, óvandaðri hagstjórn. Og þá voðalega gott að geta bara rétt kúrs með gengisfellingu og halda svo á. En það bara ekki leið sem við getum leyft okkur að halda áfram með. Við erum í samkeppni að halda hér fólki. Já, svona hleypa fleirum að Óttar. Já. Það þessi ég var að reyna að tala útflutning en ég held við séum komin inn í hagstjórn og það náttúrulega þessi endalausi óstöðugleiki sem vandi og við höfum horft á útflutningin sem ákveðna, hvað maður segja, galdralaust vegna þess að við höfum þurft á útflutningnum að halda til þess að fá nógu mikið gjaldeyri inn til landsins til þess að geta haldið stöðugri krónu til þess að viðhalda þessu kerfi og það hefur verið þessi, ég veit ekki hvort það hræðsla eða feimni við að taka alvöru umræðu þessi mál. Eftir þessa frábæru skýrslu sem að Seðlabankinn skilaði 2012 gjaldeyrismálin, þá höfum við í Bjartri framtíð lagt fram á hverju ári núna tillögu að því að Íslendingar myndi sér gjaldeyrisstefnu. Það hefur aldrei farið neitt sú umræða. Umræðan Evrópusambandsaðild eða ekki, hún einhvern veginn alltaf svæfð og ég held að ég verð nú að vera sammála ekki bara stefnan svo að við ætlum að hafa krónu? Það er allavega stefnan sumra og það augljóslega unnið í því að allavega halda því frá okkur að taka það samtal til enda og ég sammála Þorsteini með það að meðan að við erum í þessu sveiflu umhverfi og erum að rembast við að breyta því ekki, að þá verður ekki trú á framtíðina, trú á því að byggja upp nýja geira. Það gerist óvart, við erum góð í því vegna þess að við erum fá og við þurfum þess, en við þurfum að hafa einhverja trú og traust á að það sé stöðugleiki og líka að það sé jafnræði í íslenskum vinnumarkaði og atvinnulífi, að það sé ekki, hvort sem í gegnum gengi eða aðrar stjórnvaldsákvarðanir, ákveðnir geirar sem að fá einhvern veginn forgang eða betri aðgang að takmörkuðum auðlindum eða hvað það að markuðum á kostnað annarra. Það þessi vantrú á það að við sitjum við sama borð, bæði sem einstaklingar en líka sem geirar og sem fyrirtæki, sem að stór hluti af þessu vantrausti sem fast í íslensku samfélagi. Og það þetta stór vandamál og það pólitískt vandamál.
vegna þess að það eru þessi pólitísku inngrip í gegnum söguna sem að endalaust eru að sýna fyrir okkur og sanna að í raun og veru hvað sem við puðum þá fer ofsalega mikið af þessum krafti einhvern veginn út í loftið og í að sóast í svona rugl. Og það það sem við þurfum einhvern veginn, við þurfum að komast upp úr unglingsfílingnum og verða þetta aldrei alvöru. Ég alveg sammála Bjarna með það að við þurfum meiri stöðuleika en við þurfum að vera með stöðuleika sem raunverulegu stöðuleiki, ekki bara í orði, heldur líka í borði. Bjarni, við höldum þessu áfram svona beint og óbeint, sko, við getum kannski sagt að við séum á svona ákveðnu hásti efnahagssveifluna núna, eða minnst komið mjög nálægt í og erum að fara í kosningar og eins og þú nefndir nú réttilega þá eru margir sem að telja sig geta, eða hafa mikið fé til að verja í hin ýmsu góðu mál, þetta allt góð mál sem að flokkarnir eru að leggja til og ég sá að viðskiptaráðið hafði reiknað það út að svona einhver heildarpakki geti verið einhver 190 milljarðar, mér skilst að það sé engin einskiptiskostnaður inn í því, þannig að það er árlega aukning, þetta er engin að lofa þessu öllu saman í einu, en svona heildarpakkin þessi. En stóra spurningi fyrir stjórnmálamenn og eins fyrir þig sem að hefur verið hvernig við tökum á þessari stöðu, hvernig við höldum þá þeim stöðuleika sem við höfum núna til næstu framtíðar. Já, ég vil segja það að staðan í dag, hún vissulega mjög góð. Við höfum eins og Lilja bent á verið að fá betra lánshæfi og við erum í mjög langri hagsveiflu upp á við núna Íslendingar. Líklega að upplifa lengsta hagvaxtarskeið sem við höfum lifað. Og það líklegt að við séum ekki nálægt toppinum þegar atvinnuleysi komið undir 2%. Þannig að ég tók eftir því að voru að tala atvinnuleysi hjá okkur hópum. Við getum ekki tekið atvinnuleysisumræðu alvarlega við undir 2% atvinnuleysisstig. Við erum meira að flytja inn vinnuafl til landsins í augnablikinu. Ég þeirrar skoðunar að við höfum á þessu kjörtímabili náð mjög mikilvægum áföngum með samþykkt laga opinber fjármál. Ég lagði mikla áherslu á það að við settum þar inn skuldareglu fyrir ríkið, þannig að menn fær ekki fram úr sér í framtíðinni. Mín skoðun sú að einn helsti veikleikinn okkar í hagstjórn eru samskipti stjórnvalda og vinnumarkaðar og það kann að vera sitthvað til í því sem Þorsteinn segir að vinnumarkaðurinn treysti ekki á stöðuleika til framtíðar, en ég held að vandinn sé miklu dýpri heldur en það. Já. Það bara hreinlega það hvernig við göngum til kjarasamninga, það það hversu sundraður vinnumarkaðurinn það ekki samstaða nokkurn einasta hlut, leiðtogar, stéttarfélaga eða bandalaga innan þeirra fá ekki umboð, það fer hver fram með hnefann á lofti og við bara einfaldlega erum að taka reglulega allt of mikið út úr hagkerfinu sem að veldur sveiflum, sem að birtist í verðbólgu, sem birtist í háum vöxtum og birtist í sveiflum á gjaldmiðlum. Og talandi gjaldmiðlinn, ég tek undir með þeim sem hafa áhyggjur af því að hann sé að styrkjast fullmikið. En á móti kemur, þá erum við með 10% landsframleiðslu ennþá innan hafta og það þýðir að þetta eru þá góðar fréttir hvað það snertir, að það eru að fæðast tækifæri til þess að losa okkur endanlega undan höftunum. Verkefnið við haftalósununa hefur verið það að tryggja að krónan gefi ekki of mikið eftir og ef hún í einhverjum styrkingafasa þá kunna vera að opnast tækifæri á næstu misserum til þess að ganga lengra heldur en við erum að gera í nýsamþykktu frumvarpi. En ég vek líka athygli á því að þetta að hafa áhrif á atvinnugreinar eins og til dæmis sjávarútveginn sem hefur verið með kannski rétt það bil 60 milljarða rekstrarafgang EBITu á undanförnum árum. Ætli markaðsaðstæður og sterkara gengi krónunnar sé ekki að taka svona 25% af því. Þannig að það að nálgast svona 45 milljarða rekstrarafgangurinn í sjávarútvegi og þá eftir fjármagnskostnaðar og afskriftir sem að tekur þetta niður í kannski 20 milljarða og þeir 20 milljarðar eru milljarðarnir sem að margir flokkar að tala fyrir þessar kosningar að þeir ætla að skipta með fyrirtækjunum í þessum rekstri og byggja nýjan landspítala og veita gjaldfrjálsan aðgang að heilbrigðiskerfinu og fara upp í 11% landsframleiðslu og stórauka framlög til menntakerfisins og tvöfalda vegakerfið og svo framvegis. Þetta þetta reiknistæmi sem gengur ekkert upp. Það mjög alvarlegt og það eitt og sér veldur áhyggjum, það eitt og sér þegar að verkalýðsleiðtogar hafa áhyggjur af sveiflum í hagkerfinu og þeir horfa á þessi loforð, þá segir heyrðu, við erum ekki komið með tök á málum til þess að tryggja að hér verði viðvarandi stöðugleiki. Við þurfum einfaldlega að komast að niðurstöðu í þessum saleigviðræðum, við þurfum að jafna lífeyrisréttindin á Íslandi milli markaða, það þarf að klára þá vinnu og það alveg öruggt. Evrópusambandsaðild eða ekki, myntráð eða ekki,
að meðan þessi vandamál eru óleyst, að þá munum við ekki ná þeim viðvarandi stöðuleika sem æskilegur. Hann hefur hins vegar verið góður undanförnu og undanfarin ár, verðbólga lág og svo framvegis. Og bara að lokum með Evrópusambandsmálið, sko, mér finnst að flokkar eigi ekki að fara fram með, og nú ætla ég að leyfa mér að gagnrýna það, að það sé sjálfstæð stefna að kalla eftir kosningum. Ég meina málið snýst það hvort að við ætlum að fara þarna inn eða ekki. Ertu að meina kosningum áframhaldandi viðræður eða hvað? Já, það getur ekki verið sko, stjórnmálastefna að vilja kosningum eitthvað mál. Það verður að vera á bakvið kosningum málið, verður að vera eitthvað stefna. Og í landi eins og okkar, þar sem menn ætla að hafa eitthvað forystu fyrir ríkisstjórn, tala við önnur lönd og svo framvegis, þá þarf að vera eitthvað til þess að tala máli Íslendinga. Við höfum talað gegn því ef við göngum þarna inn og ég held að það væri hrikaleg þróun fyrir stjórnmál og samfélagsmál á Íslandi að stjórnmálaflokkar fara að taka upp á því að segja, já, þetta er auðvitað stór spurning, við höfum svo sem enga sérstaklega skoðun á því, en við teljum afskaplega góða niðurstöðu að efna til kosningu það hvort að við förum að taka okkur ræða það við aðra þjóðir, en við höfum auðvitað enga skoðun á því, vegna þess að almennt það þannig, þegar að menn taka þennan pólinn í hæðina, að þeir eru hræddir við niðurstöðuna. Þorsteinn, þú var örstutt að svara þessu, skulum við hérna láta ganga áfram. Þetta er svo fjandi margt sem ég langaði að svara hérna. Já, en bara það var sneitt að þér með engri stefnu, komdu með eitthvað í því. Vera hérna stuttur með það varandi enga stefnu. Það er alveg ljóst að við erum auðvitað með stefnu það að hér þarf að laga þetta myntumhverfi. Evra var talin besti kostur í skýrslu Seðlabankans og það hefur alltaf verið sami fyrirvarinn hjá öllum held ég þegar kemur að spurningunum Evrópusambandsaðild. Náum við ásættanlegum samningi sér í lagi varðandi sjávarútvegsmál. Þú vilt ganga inn á þeim samningi. Við höfum það að stefnu að ganga inn í Evrópusambandið að því gefnu að við getum náð ásættanlegum samningi. En það sem þótti allt í lagi fyrir síðustu kosningar af hálfu Bjarna að spyrja þjóðina viljið þið halda áfram eða ekki. Við teljum bara einfaldlega svo sé. Það sé allt í lagi að spyrja þjóðina. Það er alveg gríðarlega mikilvægt að spurningin sé skýr. Viltu ganga í Evrópusambandið, já eða nei? Við getum ekki farið í aðra Það er nefnilega þannig að það er ekki hægt að fara í aðra vegferð sem var algjörlega umboðslaus. Það var bara annar stjórnarflokkurinn í síðustu, það var annar, ekki grípa fram í fyrir mig, það var annar flokkurinn í síðustu ríkisstjórn sem vildi fara inn. Það var bara einn og við förum þarna og þetta var algjörlega umboðslaust og við förum ekki aftur í svona vegferð, bara að kíkja í pakkan. Þetta er miklu stærra mál en þetta og svo er annað í þessu, aðstæður hjá Evrópusambandinu, það eru gjörsamlega gjörbreyttar. Eitt stærsta og öflugasta ríki Evrópusambandsins, Bretland, okkar stærsta viðskiptaland, það er að ganga út úr Evrópusambandinu. Núna er stærsta áskorun Evrópusambandsins, hvernig þeir ætla að fara í þau mál. Annað mál sem þeir hafa ekki getað tekið á, skuldavandi Evrópusambands, margra ríkja hjá Evrópusambandinu. Þetta er alveg óleyst, við erum að tala ríki í Suður-Evrópu sem eru í standandi vandræðum, en samt viljið þið ganga inn í Evrópusambandi meðan öll þessi óvissa er. Ég segi, við erum ekki að fara inn, það þjónar ekki íslenskum hagsmunum og alls ekki aftur svona gríðarlega umboðslaus og spyrja bara, heyrðu, ætlum að kíkja inn að pakka já eða nei, kemur ekki til greina. Ég væri til í þjóðaratkvæðagreiðslu það, viljið þið fara inn í Evrópusambandið, já eða nei, en ekkert eitthvað svona hálfkák. Katrín, mér finnst nú í þessu máli að því að mín hreyfing hefur þá stefnu að ganga ekki í Evrópusambandið. Og ég verð að segja það að mér finnst það að vera umhugsunarefni til dæmis hvernig Evrópusambandið hefur tekist á við fjármálakreppuna og sú hagstjórn sem Evrópusambandið hefur sýnt það sem hefur haft mjög miklar afleiðingar til dæmis fyrir ríki Suður-Evrópu og ég vil nefna Portúgal, Spán, Grikkland, þar sem ábyrgðinni hefur verið vísað á þær ríkisstjórnir en ég held að það sé gríðarleg einföldun og ég held nú að margir hagfræðingar séu sammála það að þar hefur efnahagsstefna eða fjármálastefna Evrópusambandsins líka spilað inn í þannig að við erum til dæmis að sjá gríðarlega háar atvinnuleysistölur hjá ungu fólki í þessum löndum. Og að því að við erum að tala hérna samkeppnishæfni þá held ég að við sem land þurfum einmitt að vera meðvituð það hvernig við búum á ungu fólki. Þannig að ég vil bara vara við því að fólk horfa á þetta sem einhverja patentlausn. En við höfum hins vegar stutt það að halda þjóðaratkvæðagreiðslu og hún má vera ein spurning eða fleiri því við teljum eðlilegt að leita leiðsagnar þjóðarinnar þetta mál. Þið felldu það, Katrín. Þið felldu það á þinginu. Þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég lagði til tillögu að fara í þjóðaratkvæði áður en lögðast á og þið felldu það. Bjarni, ég hef sagt það að það hefði verið viturlegra að gera það. Og að því ég alveg fullfær það að horfast í augu við það þegar
maður skiptir skoðun og ég held að það sé frekar kostur á stjórnmálamanni frekar en hitt. Og þess vegna hef ég sagt, mér finnst ekki vel eigum að leggjast aftur í þessa vegferð án aðkomu þings og þjóðar. En það sem ég vil bara segja þessi gjaldmiðilsmál, að því hér tala fólk að taka umræðu, ég er bara sammála því. En umræða verður oft mjög tilfinning að taka þessa umræðu í alvöru gjaldmiðlamálin. Ég heyrðist þú segja, ég er sammála að taka upp evru. Já, og varstu komið fyrir svo breaking news, Kristján, eyðilaði fyrir fundin. En það er bara það sem ég er að segja, sko umræða verður náttúrulega mjög oft tilfinningarhlaðin, en þú veist, það er svona tilfinningarík umræða í kringum gjaldmiðlamál, það er ekki bara hér, til dæmis þegar Danir kusu evru, þá var bara fólk grátandi í báðum liðum sko út af evru og danskri krónu og þeir eru auðvitað með sína dönsku krónu tengda við evru sem svolítið það sem Þorsteinn er að vísa hér í og við bara í VG segjum það, við skulum bara fara í þessu umræðu og reynum að gera það málefnalega, við erum með heilmikil gögn undir eins og Seðlabankaskýrsluna. Það eina sem ég vil segja það að taka upp evru felur hins vegar meira í sér en að taka upp gjaldmiðil. Það felur í sér stærri spurningu. Við skulum hleypa hérna Smára og Oddný og Óttari örstutt þetta, því ég var líka að reyna að tala um hagstjórnina, við skulum taka svo einn rúnd á því í lokin. Hérna, Smári, byrja þú bara, og Oddný og Óttar. Sko, það er margt búið að ganga mjög vel og þetta í rauninni það eina sem ég tilbúin til þess að hrósa núverandi ríkisstjórn fyrir er að það er búið að lækka töluvert í ríkisskuldum. Það hefði sennilega verið hægt að lækka ennþá frekar eða það hefði ekki verið lækkun á veiðigjöldum og þar fram eftir göttunum en sko, þetta er allavega eitt svona smáatriði sem að gengur ágætlega. En sko, það nefnilega hefur svolítið mikið verið að lækka ríkisskuldir og ekki gera neitt annað. Það hefur algjörlega vantað og þegar við erum að horfa á til dæmis þú vilt ekki gera neitt annað? Já, innviðir landsins eru að krotna niður, það vantar alla uppbyggingu, það vantar í heilbrigðiskerfi og þar fram eftir göttunum. Sko, við erum að horfa á hérna, töluna áðan, 28% lækkun á framleiðni, og sko, framleiðni tengist lífsgæðum. Og lífsgæði mótast að hluta til af trausti og hamingju. Og það er fullt af fólki sem er bara orðið óhamingjusamt. Margir þeirra eru að flýja land, það eru 20.000 komnir úr landi, ég var sjálfur þar til nýlega. Og sko, þeir sem eru eftir, þeir tala það að það eru endalaus vandamál, það er heilbrigðiskerfi, það er húsnæðiskostnaður, það er langur vinnutími og léleg laun, það er matarverðið hátt og lélegt stuðningskerfi. Reynum að tala svona atvinnulífstengt en ekki. Já, en sko, vandinn er svolítið sá, enginn treystir því að þetta muni breytast vegna þess að stjórnmálin hafa brugðið svo oft. Og svo þegar mann komið og segja að það sé einhvers konar hrikaleg þróun að fólk sé einhvern veginn spurt hvaða álit það hefur á sinni eigin framtíð. Það er svolítið svona grunnurinn að þessum vanda sem við erum að horfa á. Efnahagskerfið er ekki einhvers konar svona frífljótandi apparat sem að tengist ekki mannlegum þáttum. Við erum öll að reyna að búa í samfélagi hérna og ef við ætlum að reyna að hafa stört og öflugt hagkerfi þá verðum við að gera það með því að laða fólk til landsins sem vill vinna hérna, reyna að halda fólki hérna með góðum kjörum. Þegar við horfum til sprotafyrirtækja sem eru að spretta upp í svona helstu nýsköpunarsvæðum heims, það sem fólk er að biðja á þessum stöðum, þessi stóru hugvitsfyrirtæki, er ekki endilega himinhá laun og lágir skattar. Það sem fólk er að biðja er góð lífskjör. Og þetta þurfum við að horfa svolítið mikið betur í heldur en við höfum verið að gera. Og það eru svo sannlega góð lífskjör í Íslandi. Má ég bara aðeins eitt varðandi bara til þess að klára þetta varðandi Evrópusambandið. Stóra máli hjá okkur er í raun og veru framtíðar samskipti okkar við Bretland. Við þurfum að kortleggja þau og það er það sem við erum búin að vera að gera núna í utanríkisráðuneytinu. Það er að hugsa hvernig samskiptin verða. Erum við að fara að gera djúpan einhliða samning við Bretland? Bretar eru að tala við fullt aðilum heim allan þessa dagana. Eru EFTA-ríkin að fara að gera djúpan fríverslunarsamning við Bretland eða er Evrópusambandið og Bretland að fara að gera samning og muni EES-ríkin koma inn í hann. Hagsmunir okkar á þessu máli eru gríðarlegir. 11% okkar útflutningi og innflutningi er inn á þetta svæði. Íslensk fyrirtæki eru miklu samskiptum við Breta að koma fjöldi túrista líka frá Bretland til okkar og þetta finnst mér vera eitt stærsta utanríkismál okkar núna á næstu missurum og ég vil bara koma því að vegna þess að mér finnst einhvern veginn þegar menn eru að tala að halda áfram aðildarviðræðum ekki, þannig að menn haldi bara að heimurinn bara hann hafi ekkert breyst á síðustu 18 mánuðum. Mér finnst einhvern veginn vanta ákveðna framsýn í það og horfast í augu við það. Vilja, stopp, takk. Við þurfum einmitt að horfast í augu við veruleikann og líka bara rifja upp söguna. Það hefur ekkert
Evrópuríki sem hefur gengið í Evrópusambandið spurt fyrirfram eigum við að fara í samningaviðræður, einfaldlega vegna þess að þeir vilja ekki fara með jáið og þú veist, þjóðin vill ganga hér inn. Myndir þú vera ósátt við að við færum þá leið enga síður? En nú er bara staðan orðin þannig, ég var bara að útskýra af hverju við gerðum það ekki á sínum tíma þegar það hafði ekkert ríki gert það. Og það skiptir auðvitað máli hvernig spurningin er upp á samningsstöðuna. Ég vil að við klárum þessar aðildarviðræður, við áttum eftir 4 kafla og leggjum samninginn fyrir þjóðina og spyrjum viljið þið þetta eða ekki. Og mér finnst að önnur umræða vera bara einhvern veginn ómöguleg fyrir við sjáum hver samningurinn er. En núna er einhvern veginn umræðan orðin þannig á Íslandi og flokkar búin að lofa og svíkja reyndar á víxl að spyrja þjóðina hvort það eigi að halda áfram með samninginn. Ég vil að við gerum það þá og við náum samstöðu þessa spurningu eigum að halda áfram eða ekki. Það er spurningin sem að þjóðin þarf þá að svara. Brexit hefur einmitt dregið fram í dagsljósið hversu mikilvægt Evrópusambandið er og það að pundið hafi hrunið hefur sannarlega í kjölfarið, hefur sannarlega áhrif á okkur og fleiri Evrópuríki en það er ekki gjaldmiðilskreppa í Evrópu. Evrópuþjóðir glíma við ýmsar áskoranir en þar er ekki gjaldmiðilskreppa. Mig langar að segja myntráðið sem að Viðreisn er að tala og ég skil hvað þeir eru að fara en ég vil bara benda á að þetta er áhættusöm leið. Þjóðir þurfa að eiga mjög stóran gjaldeyrisvaraforða og ef það er engin svona alþjóðlegu stór bakkjarl eins og Evrópski seðlabankinn á bakvið myntráðið að þá verður þetta óskaplega dýrt fyrir þjóðina ef að illa fer. Þetta er allt í lagi ef að allt gengur vel en ef að illa fer þá verður þetta mjög dýrt. Þannig þetta er svona viðvörunar orð. Þetta er allt í lagi ef þú ert á leiðin inn í Evrópusambandið og þetta er svona brú. Ég veit að það stund ég sé það en Óttar er næstur, skulum hleypa öllum að. Já, ég vildi nú bara svona í ljósi þessar umræðu þá held ég að við getum nú bara lært ansi mikið af bara því hvernig við höfum hlutina inn á heimilum hjá okkur og inn á vinnustöðum. Það er að segja, mér finnst í pólitíkinni að við erum alltaf að komast hjá því að tala saman og komast að einhverjum sameiginlegum niðurstöðum. Við erum að finna leiðir til þess að spyrja spurningar Evrópusambandsaðild sem er erfitt að svara og núllar út að þjóðin hafi eitthvað það að segja. Við erum í raun og veru alltaf að keppast það hver veit best og pólitík á ekki að vera spurning eða keppni í því að vera klárastur eða vita best. Þetta er auðvitað, við þurfum að vinna betur saman að hlutunum í pólitíkinu og líka með öðrum í samfélaginu. Það er bara stór hluti af okkar vanda að við erum alltaf að keppast það. Ég er með frábærari hugmynd heldur en Bjarni. Ef þið kjósi mig og ég ræð, þá ræð ég einn og við getum gleymt Bjarna og öfugt. Þetta náttúrulega er ávísun á óstöðuleika, það verður bara að segjast eins og er. En af því að það var verið að minnast á Brexit og Evrópusambandið, að Brexit er náttúrulega dæmi í raun og veru óstöðuleika vegna þess að Bretar hafa kosið að einangra sig og hætta að taka þátt í þessu stærra alþjóðlega samstarfi. Og ef að Brexit er merki óstöðuleika í Evrópu, þá er það fyrst og fremst merki óstöðuleika í Bretlandi. Og spurningin næstu 18 mánuði er ekki hvort að Bretland verði í Evrópusambandinu, heldur til dæmis hvort að Skotland verði hluti af Bretlandi eða ekki. Þannig að ég held að ef við erum að tala óstöðuleika að þá verðum við að horfa á það líka að þessi þróun sem að því miður er í gangi alþjóðlega, þar sem þessi einangrunarhyggja og hún er stór hættuleg. Og við höfum ekki að taka þátt í henni, sérstaklega ekki sem smáríki og við höfum séð það að þau ríki sem hafa verið duglegust við að einangra sig, það eru ríki sem hafa ekki gengið vel og þegar að stór svæði eins og Evrópa fyrir stríð til dæmis fór en masse í að einangra sig, þá fór ekki vel. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við tökum þetta og við getum ekki beðið bara eftir í að finna fullkomnu lausnina eða einhver stíi hérna niður á himnum, ég veit allt. Og ég get bjargað öllu, það gerist ekki þannig, þetta gerist hægt og rólega og við þurfum að vera öll saman í því. Já, nú höfum við kannski svona 2,5 mínútur mann eftir og mér langar að og það ég veit að þetta er lítið, þó ég stýri þá stýri ég nú ekki tímanum, en ef að efnahagsuppgangurinn heldur áfram, þá myndast afgangur rekstri ríkissjóðs á næstu árum, þá langar okkur að vita í hvað þið myndu nota hann. Ég ætla að gefa ykkur 4 möguleika sem þið getið valið. Það er að greiða niður skuldir, það er að lækka skatta,
Það að auka opinber útgjöld eða auka innviðafjárfestingu með öðrum orðum. Þetta eru 3,5. Þú kallar 3,5. Innviðafjárfesting eru þetta opinber útgjöld. Þannig að en við horfum til þeirra sérstaklega. Hver vil byrja? Katrín? Já, ég myndi ekki nýta tækifæri til að lækka skatta og það vegna þess að ég tel að innviðir okkar samfélags, heilbrigðisþjónusta og menntakerfi hafi mætt afgangi. Þannig að ég tel líklega eins og flestir aðrir hér, það sé mikilvægt að greiða niður skuldir en líka að auka fjárfestingu í heilbrigði og menntun ekki síst. Og að því stundum fleygt og ég held að það hefur verið á einhverja glærunum hérna áðan að efnahagurinn sé undirstaðan fyrir velferðina, þá megum við heldur ekki gleyma því að velferðin og menntun eru líka undirstaða fyrir gott efnahagslíf og gott atvinnulíf. Og ég lýsti því ágætlega hér áðan með menntakerfið, held ég, hvernig það getur verið undirstaðan fyrir blómlegt atvinnulíf framtíðarinnar. En ég held við megum ekki gleyma því heldur að í velferðinni búa mjög mikil verðmæti fyrir þetta venjulega fólk. Og þá ég bara að tala þessa venjulegu fjölskyldu eins og mína eigin með 3 börn og pappa og mömmu sem sækjum okkur ómæld verðmæti í heilsugæsluna, í skólakerfið og alla þessa samfélagslegu innviði sem við eigum saman. Og þetta eru verðmæti sem við verðum að hlúa að og að því að hér hefur verið varpað fram tölum að kosningaloforðin kosti mikið og ef það væri hér þjóðstjórn þá væri líklega voðinn vís þegar allt búið að leggjast saman. En við megum heldur ekki gleyma því að þetta auðvitað líka fjárfesting til framtíðar. Og þetta hluti af því að við, ef við hugsum framtíðina, af hverju ungt fólk vil búa hér og mér finnst það ágætt sem þú sagðir hérna áðan Smári, að það unga fólk líka að hafa lífskjör í huga. Og þetta hluti af lífskjörum. Það að geta farið í gjaldfrjálsa mæðravernd og það ástæðan síðan fyrir því að Ísland stendur sér best í heimi þegar kemur að litlum ungbarnadauða. Þannig að við megum ekki gleyma því að fjárfesting í þessum þáttum getur verið gríðarlega dýrmæt til lengri tíma. Ég get nefnt annað dæmi. Við erum búin að vera að stríða hér við brottfall í framhaldsskólum á Íslandi árum og áratugum saman. Svo þegar við förum að rannsaka þetta, af hverju þetta brottfall? Jú, hvað segja börnin? Þau segja að þetta eru sálfélagslegar orsakir. Og hvað getum við gert í því? Jú, við getum til dæmis farið að bjóða þessu unga fólki upp á sálfræðiþjónustu út í framhaldsskólum. Og líklega mun það spara okkur peninga til lengri tíma litið. Þannig að ég held að við megum ekki gleyma þessari hugsun, þannig að ég legg mikla áherslu á þessar innviðafjárfestingar sem ég kýs að kalla svo, þar að þá ég sérstaklega að tala velferðarkerfið okkar, heilbrigðisþjónustuna og menntakerfið, að því ég held að þar sé, og ég hef heyrt okkur öll sem stöndum hérna tala fyrir því að það þurfa að gera betur og þetta eru meðal annars ástæðuna fyrir því. Önnur glæra sem þú sýndir áðan, þar stóð einmitt minn lítil framlegð, þar erum við fyrir neðan samanburðarlöndin, lengri vinnutími. Og þetta eitt af því sem ungt fólk veltir líka mikið fyrir sér og að því ég veit það á mínu starfi að þingfundir verða ekki endilega betri eftir því þeir eru lengri. Hvort við ættum ekki líka að fara að hugsa þessa vinnumarkaðsspurningu í þessu samhengi, getum við jafnvel komið til móts við kröfur ungs fólks í dag sem eru einmitt meiri samvistir með fjölskyldu og meiri lífsgæði með því til dæmis að horfa á styttri vinnutíma og þar með jafnvel meiri framlegð. Því við erum ekki að standa okkur vel í framlegðinni og við ættum þá að velta fyrir okkur getur verið eitthvað samhengi hér á milli. Skulum á góðri framleiðinni hérna í lokin. Bjarni, vilt þú taka næsta? Já, þú spurðir hvort við ætlum að auka greiða niður skuldir, lækka skatta eða auka opinber útgjöld. Við ætlum að gera allt þetta og það stendur í okkar langtíma áætlun að með því að við erum að upplifa þetta hagvaxtarskeið þá munur skuldahlutföllin lækka en við ætlum líka að greiða upp nafnvirði skuldana. Við höfum gríðarleg tækifæri til dæmis bara með því að losa eignarhlut í fjármálafyrirtækjum. Við erum það land í Evrópu sem á langstærsta hlutan í fjármálakerfi sínu. Við erum með 400–500 milljarða bundna í bönkum og þetta eigum við að losa með því að gera langtíma áætlun það að selja annan bankan og losa ríkið á endanum niður í svona 40% í Landsbankanum. Þarna koma gríðarleg tækifæri til þess að fara í einskiptisútgjaldamál eins og til dæmis að loka lífeyrisskuldbindingargati og greiða niður skuldir. En skuldahlutföllin munu líka lækka vegna þess að við erum í hagvexti og það verður afgangur ríkisfjármálum á næstu árum. Í áætluninni erum við búin að sýna fram á það að við getum fjármagnað mjög auðveldlega 10% raun útgjaldaaukningu ríkisútgjaldana. Þetta eins og við tækjum útgjöldin í dag sem upp á rétt tæplega 800 milljarða og myndum setja 10% ofan á. Þetta á verðlagi ársins 2016. Þannig að auðvitað þurfum við að fara í frekari innviðauppbyggingu og við þurfum að ljúka ýmsum málum sem búið að fjármagna núna í þessari áætlun eins og að byggja Landspítalann
Við erum fyrsta ríkisstjórnin sem sýnir hvernig á að borga þetta mál, sem lengi búið að vera til umræðu, byggja hús íslenskra fræða, fara í Dýrafjarðargöng, styrkingu vegakerfis og svo framvegis. Varðandi skattana, já, við eigum að halda þeim áfram lágum. Við erum flokkur, ég held við séum eini flokkurinn, heyrist mér, sem að boða skattalækkanir. Við munum lækka skatta eftir því sem aðstæður leyfa. En er það varlegt í þessu ástandi sem er núna, þegar við erum svona toppi efnahagsveiflu? Eftir því sem aðstæður leyfa, með því að gera það með svipuðum hætti og við höfum gert á þessu kjörtímabili, þetta gerist ekki allt í einu, þetta gerist ekki þegar umsvifin eru í hámarki, heldur með plani, þetta getur gerst í skrefum, en það er rétt sem Þorsteinn sagði, þó að við höfum lækkað tryggingagjaldið, þá þarf það að lækka frekar, við þurfum að finna sátt við vinnumarkaðinn það hvernig það gerist, en við verðum líka hætt að vera eins og í ævintýrunum Hans og Gretu. Þar sem að við erum alltaf að segja, já við þurfum að fá fleiri alþjóðleg störf og við þurfum að fá alþjóðlega fjárfesta og hér þurfum að verða til velborgandi störf. En síðan eru menn í hinu orðin alltaf að boða þriðja skattþrepið á velborgandi störf og þegar að mönnum gengur vel hér á Íslandi þá er boðaður raforkuskattur, þá er komin skattur síbreytilegur á bæði stóriðju og sjávarútveginn. En þú manst hvernig það var í því ævintýri, þá eru menn lokkaðir fyrst inn og gefið fullt af nammi, alls konar ívilnanir og svona, og svo haldið til hliðarinn í herbyggi og svo er líkur því að þeir eru leiddir í ofnin, þar sem að skattarnir taka við. Við getum ekki hagað okkur svona. Ég ætla bara að fá að koma því að hérna talaðu það hvernig ESB-löndin hafa farið að. Það hefur ekkert land sótt aðild að Evrópusambandinu án þess að sé meirihluti fyrir því á þingi, án þess að sé meirihluti fyrir því í ríkisstjórn. Þetta var megin ástæðan fyrir því að þetta kom ekki til greina á þessu kjörtímabili, vegna þess að það var ekki einn ráðherra í ríkisstjórninni sem studdi inngöngu í Evrópusambandið og það voru 38 þingmenn á móti því á Alþingi. Þar fyrir utan að þá hafa þau ríki sem hafa verið inn í EES ekki tekið nema svona það bil 18 mánuði til að ljúka málinu, ef við tókum heilt kjörtímabil á þess að taka á alvöru köflunum sem að sýnir hversu mikið glabraði þessi för var frá upphafi. Þannig að stuttasvarið það við getum gert þetta allt saman, en við verðum að ná betri sátt milli stjórnvalda og vinnumarkaðar. Það er algjör forsenda þess að hér verði stöðugleiki og áframhaldandi uppgangur. Takk fyrir það. Smári? Já, það er eiginlega bara, já, við þurfum að fara í innviðuppbyggingu. Það er bara mikið að grótta niður, sérstaklega í vegakerfinu en líka víðar. Það er samt alveg hægt að gera margt samtímis og við þurfum bara því miður að fara í ákveðnar útgjaldaaukningar tengt heilbrigðiskerfinu og það ætti samt alveg að vera til svigrúm til þess að halda áfram að greiða niður ríkisskuldir. Sko, stærsta vandamálið sem við stöndum frammi fyrir í dag er ekki hátt hlutfall ríkisskulda. Ríkisskuldnar eru komnar í 50,2% af vergri landsframleiðslu, 50,3% fyrirgefðu. Það er, en stóra vandamáli er vaxtagjöldin. Vaxtagjöldin eru há vegna þess að vextinir á lánunum eru há og kannski er hægt að finna einhverju leið til þess að lækka þetta og nota þann ávinning sem kemur af því til þess að fjármagna eitthvað af þeim aðgerðum sem þarf að fara í, til dæmis í heilbrigðiskerfinu og vegakerfinu og víðar. En sko, stóra málið mun alltaf þurfa að vera það að í dag erum við í þessu hagvaxtarskeiði. Það er frábæru hlutur að gerast í efnahaginn og þetta er að búa til fullt af auka svigrúmi til þess að gera það sem þarf að gera í uppbyggingu á samfélaginu. En það er ennþá viðlóðandi þessi skortur og trausti. Og náttúrulega það sem var komið inn á margsinnis hérna er eiginlega bara svona ávísun á það. Við sátum bara langflest okkar hér á nákvæmlega þessu sviði, á nákvæmlega þessum fundi fyrir 3 árum síðan, þegar það var margítrekað lofað því að það yrði þjóðaratkvæðagreiðslur inngöngu í Evrópusambandið. Nú er ég ekkert endilega hlynntur eða á móti það skiptir engu máli hvað mér finnst. Mér finnst að almenningur á að fá að taka ákvörðun þetta. En það var meira nefnd dagsetning. Og við verðum að átta okkur á því að samfélagið okkar þarf á trausti að halda og það þýðir því ekki að fara inn í þessar kosningar með einhver stórfengleg loforð og standa sinni ekki við þau. Það er það sem verður að breytast og það er nokkuð sem við viljum breyta. Það kemur líka niður á efnahagnum okkar. Takk, Óttar. Já, takk. Þegar verið að tala kosningalofvörð þá skulum við ekki gleyma því að það að lækka skatta er líka kosningalofvörð sem kostar. Þetta er heimilisbókhald, kostnaðar og innkomu. Þannig að það er mjög mikilvægt að gleyma því ekki og það að lækka skatta bara því að skattar séu eins og opnin í einhverju ævintýri er náttúrulega kredda sem er ekki í samhengi við alla heildina sem við verðum að horfa á.
Mér líður stundum eins og ég sé að endur upplifa 2003. Þar að segja, fyrir kosningarna 2003 munið þá var keppni það hver ætlaði að lækka skatta mest. Hver ætlaði að bæta mest á bálið. Þá vorum við nýbúin að selja bankana í dreifða eignaraðild og núna erum við að tala það, já, við erum á uppleið, það hagvaxtar skeið og svo framvegis, miða við hvað? Miða við það að við vorum hérna fyrir örfáum árum að haldandi hausinn að velta því fyrir okkur hvort að við getum flutt inn lyf og olíu. Þannig að sko, þessi óstöðuleiki og þetta rugl, hann stór hættulegur og við verðum að komast upp úr því einhvern veginn að leyfa okkur þetta ábyrgðarleysi. Og stór hluti af því þessi keppni það hver langbestur og hver sko, vinnur keppnina að hafa mest rétt fyrir sér. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við einhvern veginn komumst af þessum stað í pólitíkinni. Varðandi spurninguna það að greiða niður skuldir, innviða fjárfestinga eða lækka skatta, þá held ég að staðreyndin sé svo að við þurfum einhvers konar sambland af þessu öllu, enda erum við í Bjartri framtíð, við skilgreinum okkur sem frjálslyndan miðjuflokk, þannig að kannski kemur ekki óvart að við séum þar. En ég held akkúrat að kreddan annarkvort eða, bara svart eða hvítt, að það sé eitt af því sem að þvælast fyrir okkur og kemur í veg fyrir stöðuleika. Staðan núna, þegar að við erum í hagvaxtarskeiði á uppleið, í raun og veru má segja að atvinnulífið hjá okkur, efnahagurinn að breytast með ferðaþjónustusprengingunni og fleiru, að þá lífsnauðsynlegt fyrir okkur að byggja undir stöðuleika þannig að við séum ekki að velta því fyrir okkur hvort við getum flutt inn lyf hérna eftir nokkur ár. Þannig að sko, ég held að það að halda að launatekki sem við vorum að fá í vasan, að við getum farið með hann út í sjoppu og eitt honum öllum í dag, það bara stór hættulegt. Lilja. Já, takk fyrir. Þessi spurning, við viljum halda áfram að lækka skuldir ríkissjóðs eins og í 5 ára ríkisfjármálaáætluninni, en það sem við viljum líka gera, og ég held að við skerum okkur svolítið úr varðandi aðra stjórnmálaflokka, við viljum lækka skatta á meðallaunin í landinu. Jaðarskattar þeirra sem með meðaltekjur í landinu, þeir tiltölulega háir miðað við Norðurlöndin og þannig að við viljum fara í róttækar breytingar á skattkerfinu sem miða að því að auka enn frekar kaupmátt þeirra sem með meðaltekjur í landinu. Og þarna erum við svolítið að miða við það tillögur sem hafa komið fram á samráðsvettvangnum og við telum að það séu mjög spennandi og fáum við til þess umboð, þá viljum við skoða þetta mjög alvarlega, hvernig við getum farið í þessar skattkerfisbreytingar, jafna svolítið byrðinar enn frekar, en með það að meginljósi, að leiðarljósi, að lækka þessa jaðarskatta á milli tekjurnar. Og annað, við teljum líka að við getum farið í innviða fjárfestingar vegna þess að það búið að myndast talsvert svigrúm með því að vera að greiða niður skuldir og við erum að tala um að það eru auka, við erum búin að lækka ca. 30 milljarða og Bjarni nefndi líka, við erum engu að síður að fara í talsverð ríkisútgjöld, en ég tel að við þurfum að gera þetta allt með mjög ábyrgum hætti. Við getum ekki farið í neitt sem getur hugsanlega farið í við getum ekki farið í ákveðið þensluskeið, þannig að við viljum fara í þessar breytingar, þessar skattkerfisbreytingar og vera svolítið djörf í því líka vegna þess að það bara þannig að meðaltekjufólk, það lendir svolítið illa í öllum tekjuskerðingum varðandi bætur og annað slíkt og við viljum skoða líka bótakerfið og hvernig samspil tekjuskattsins og þær bætur, barnabætur og annað slíkt. En ég held að sé líka mikilvægt, við þurfum að styrkja enn frekar heilbrigðisþjónustuna og við viljum fara í þá vegferð og við höfum líka rætt þvert á alla flokka að við erum tilbúin til þess að skoða nýja staðsetningu fyrir þjóðarsjúkrahúsið. Ég kaupi það ekki að þetta verður svona ofboðslega mikla tafir, við höfum verið að tala við okkar færustu sérfræðinga það og ég held að það sé bara hreinlega ekki skynsamlegt að reisa spítalann þar sem hann við höldum ákveðni starfsemi þar áfram en okkar tillaga framsóknarmanna við viljum gefa þessu 6 mánuði, við viljum fara í annað faglegt mat, ég held að síðasta faglega úttektin á þessu, ég held að hún hafi verið árið 2003 og það sem við ætlum að setja í þjóðarsjúkrahúsið okkar á næstu 5 árum, það alveg rétt sem Bjarni segir, þetta eru 75 milljarðar og ég segi, förum í aðra úttekt, skoðum hvort við séum örugglega að velja besta staðinn því að það verða framkvæmdir á þessu svæði næstu 10 árin og við erum með okkar veikasta fólk þarna. Ég held að við höfum að vera með ákveðna starfsemi þarna en skoða nýja staðsetningu og fara í nýtt mat á þessu. Þetta frábært mál, það varpinn, það 2 mínútur og 18 sekúndur eftir. Þannig að Oddný, vilt þú
fjalla uppfæra spurninguna, greiða niður skuldir, lækka skatta eða auka opinber útgjöld. Já, ég vil að við lækkum skuldir og ég tek undir það að við erum í einstökum færum til þess. Við erum bara að gera það skynsamlega til að passa að þær krónur sem hvert þær fara, þær krónur. Og ég vil lækka skatt á sjúklinga, lækka þær greiðslur sem sjúklingar þurfa að borga yfir borðið þegar þeir verða veikir. Og síðan vil ég bæta innviði, ég vil bæta heilbrigðiskerfið og svona fjölskyldumálin í víðu samhengi út frá sjónarhóli barna og hafa hér mannsæmandi almannatryggingar og öryrkjar fái góð kjör. Ég hef verið í fjármálaráðuneytinu og við Katrín vorum á erfiðum tíma þegar ríkissjóður átti ákaflega bágt. Við vitum alveg að það skiptir máli að haga sér skynsamlega og fara ekki út í skuldasöfnum ríkissjóðs. Öll okkar loforð eru fjármögnuð og tekjurnar sem við tökum inn eru þannig að þær eru hagfræðilega skynsamlegar. Það er að segja beinar tekjur af auðlindunum okkar og að hætta að gefa erlendum ferðamönnum afslátt á neysluskatt og gistingu. Og síðan að setja hér stóreignaskatt eins og allstaðar að gerast í löndunum í kringum okkur til að passa að auðurinn safnist ekki á fárra hendur. Þetta er svona blönduð leið. Þetta er blönduð leið en hún klikkar ekki. Þorsteinn, þú farið að loka orðin. Í stuttu máli skattar eru háar hér á allan alþjóðlegan mælikvarða. Það verður að vera áhersla til lengri tíma litið að lækka þá að nýju. Þeir eru ennþá mjög háir frá því sem var hér á skattahækkunar tímabilinu árið 2009 til 2013. En það er alveg ljóst líka að við verðum að fjárfesta í heilbrigðiskerfinu okkar. Það eru bara mjög brýn og aðkallandi verkefni þar. Við erum að takast á við ekki bara skortinn í ári eða næsta ári heldur langvarandi kostnaðaraukningu í heilbrigðiskerfinu okkar út af öldrun þjóðar. Það verður að vera sett í algjöran forgang hvernig við fjárfestum inn í öldrunarþjónustuna okkar, bæði þá hjúkrunarheimili en ekki síður heimaþjónustuna, hvernig við bætum virkni heilbrigðiskerfisins frá heilsugæslu í gegnum Landspítalann með uppbyggingu Landspítalans og svo aftur inn í öldrunarþjónustuna eins og ég segi. Þannig að þetta verður að vera í algjörum forgangi hjá okkur á næsta árum. Það er alveg ljóst að við verðum að horfa stöðugt í augu við það að við erum að horfa hér framan í sjálfsagt 40 til 50 milljarða kostnaðaraukningu bara í heilbrigðiskerfinu okkur á næstu 10 til 15 árum út af öldrun þjóðar og við þurfum að hafa ráð á því. Til þess að geta gert það verðum við einmitt að leggja mjög ríka áherslu á niðurgreiðslu skulda. Ríkissjóður er að greiða um það bil 70 milljarða í vexti núna. Ég held að við höfum ekki efni á því að treysta því að hagvöxtur inn í eilíðina eyði þessu vandamáli fyrir okkur. Við verðum að taka á því af ábyrgð og festu. Við verðum að nýta þau tækifæri sem við eigum til þess að ná hér samkomulagi sölu eigna og þess að það skapi mikið vantraust í pólitíkinni. Það getur gerst yfir langt tímabil en ef við eigum að vinna þessa miklu eignastöðu ríkissjóðs niður á næstu 6 til 8 árum til þess að lækka þessa skuldabyrði og lækka þessa vaxtabyrði og það mun þá á endanum bæði fjármagna fyrir okkur þessar nauðsynlegu fjárfestingar í heilbrigðiskerfinu, nauðsynlegu innviðafjárfestingar sem við vissulega höfum vanrækt og ekki síst búa í haginn fyrir möguleika til skattalækkana, en líka að ríkissjóður sé þá aflögu fær að í næstu niðursveiflu geta hann verið hér að ráðast í framkvæmdir þurfa ekki að vera að grípa til umfangsmikilla skattahækkana á versta mögulega tíma fyrir hagkerfið. Að hann sé í sterkri stöðu til þess að takast á við næstu niðursveiflu sem við vitum að kemur alltaf á endann. Ljómandi gott, ég held við segjum þessu lokið. Við þakkum ykkur öllum kærlega fyrir komuna, Katrín, Smári, Lilja, Árni, Þorsteinn, Óttar og Bjarni. Þetta voru fróðlegar umræður, ég vona að allir séu einhverju nær eða mörgu jafnvel og miklu, en þakka ykkur öllum fyrir að koma. Takk. Takk hérlega. Sömuleiðis.